Nota innröndina. HM Zone, við erum live og það Ponsan sem heilsar ykkur og það rosalegt line-up í dag. Naflinn Yes. á pullunni, Yes, sir. aldrei verið herri. Við erum með fyrirvændi landslísmann. Takk. HM Hvað HM 2013 og 2019? Jú, við flettum því Sko, Dóri, hann vann fucking meistaradeildina í handbolta 2014 með Flensburg. Helvítið. Var hann ekki búinn að segja þér það? Nei, en ég skynjaði á honum. Þú skynjaði það? Já. Fannst ykkur svona alfa orku? Já. Fannst hana? Og við smullum saman, eins og bara Avatar og skepnan hans. Það bara Fyrir þáttinn. Rassarnir okkar bara. Já. Og svo maður sem að, átti glæsta framtíð fyrir höndum en hvað var það sem að feldi þig? Já, nei, það voru konur og vín. Konur og vín. Nei, nú ég kominn. Þetta sko, í fyrsta skipti sem ég fæði vera pundit í handbolta og löngu kominn tíminn til og ég með nokkrar áhugaverða greiningar og kenningar liðið sem ég ætla að fá að varpa hérna fram á eftir. Já. Geðvikt. Herru, Ísland Egyptaland. Þetta engin smá Herru, við erum með hópinn hérna. Þetta heldur sleikur. Já. En byrjunarliðið Rúlegur hópinn. Herru, hérna, það breytingar. Hérna, Haukur kemur inn fyrir Einar Þorstein. sem Naflinn, Guðanabænum, viltu hægt að skoða TikTok hérna í byrjunarútsendingu í Guðanabænum. En býttu, hvað erum við að tala um? Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Að við ætlum að vera sóknarmiðari í kvöld eða? Já, þú veist, Einar Þorstein, hann er svona rosa lítið í rauninni. Eitthvað hlutverki hans búin að vera. Hann er bara að fá Haukinn líka, skilur ekki honum nokkra mínútur. Gefa voru nokkra mínútur. Ég er búinn að greina þennan leik. Hvað er með það? Þessi leikur stendur og fellur á sko frumhita, á fyrstu 10 mínútunum. Það þarf ykkur að mæta og stick it to them sko og þá opnast vörnin og þá er þetta leikur einn í framhaldinu. Þannig að ég það bara að fá, ég þyrfti að fá nærmyndir af byrjunarliðinu núna, þá geti ég skynjað hvort að ykkur væri búinn að steppa inn í Eye of the Tiger í kvöld og sagt ykkur með framhaldi. Klári í þetta. Herru, hérna, subscribe fyrir þá sem er eftir að gera það. Þið getur unni custom spjaldölu fyrir HM Zone-ið. Custom made. Léttun og stílhrein. Þannig að allir sem er eftir að subscribe gera það núna. Já, eða þeir sem ætla að gerast áskrifundur. She-scribe. Já, gerast áskrifundur fyrir ekki, við erum íslensku pervertirna. Já. Svo ætlum við líka að vera með leik núna. Hérna, svo sem að giska á í chatinu. Nei! Hann er búinn að hella niður! Þeirra Hjörvar ekki líka. Á Hjörvar tölvuna? Nei, ég var svo dölur. Naflinn er búinn að segja það svona. Það þarf hárblásara og tissue og póka hrísgrjónum, það er eina sem virkar. Naflinn er búinn að segja, held ég, í 10 skipti sem hann hefur mætninga í 2x10. Þetta er líka næfur, þunn og ný tölva. Ég er eini maður sem aldrei hett niður einn. Ég er búinn að tönglast á þessu. Sko, Hjörvar er búinn að hafa miklar ágjörð að ég myndi einhvern veginn hella niður. Allir búinn að hella niður nema ég. Síðan stressi að taka yfir hérna núna. Það bara, við erum að fara að mæta í Egyptum og mér bara líður ekki vel. Það er bara, maður er búinn að vera bara stressaður í allan dag. Og þessi tuska kom út á klósettinu. Já, hún var náð í henn. Ég sá þetta alveg, hann satt of hátt Já. og eftir það leggja niður og dreif ekki. Mistar á tölvuna. Ég er í hlutföllum sem ég ræði ekki við. Þetta er loð hávaxinn. Ég er svolítið líkur Óla Steff. En þú veist, hann er alveg 12 árum eldri en eitthvað, en við erum samt svipaðir, sko. Þú veist, að verða svipaðir, sko. Herru, en spricht Sie Deutsch og bara Handschend und die ganze Scheiße? Ja, ein bisschen Deutsch, ja. Bisschen Deutsch. Hvar áttur heima hana? Guten Morgen, liebe Leute. Liebe Leute, þetta segir Rúrik alltaf. Ég var á grensunni, ég var hérna í Flensburg. Sem er Grensa við Danmörku. Framhaldsskóla? Danmörku, já. Alveg nyrst í Þýskalandi. Norður Þýskaland. Rúrpotturinn. En Búlis, það sem pyrraði mig mest var að það vantar þriðju myndina á þess að glæru þarna. Já, hérna, áður við förum í pikkin, hérna, negla í chatið, hverju þið haldið að fóðu fyrstu 2 myndar hjá Íslandi. Já. Og svo sem að vinnur fær Snorri, að því hann áttur að snappa bara strax á fyrstu. Það er þetta gott sjátt. Herðu, ætlar að dúndraði sími, drengur? Nei. Negli í chatið, fyrstu 2 myndur, og þau getur unnið 500. 500.000 milljónir hér hjá Epic Bet. 500.000 eurur, já mó. 500.000 eurur. Herru, förum við selna, þetta er ég. Ég er með hérna Ísland Örlífin á rosaldi Örlífinni datt síðastnafli. Já, ekkert smá. Og hvað gerður? Fórstu bara að sofa? Ég er að passa mig á þessu Örlífinna því ég þarf þetta long game, sko. Ég spurði strákana, herru, ef við að fara heim núna. Já.
Já, þið hefðu átt að slökka útsendingunni. Það var allt trítla. Það var líka allt trillt sko. Ég man nefnilega eftir sko alvöru svona aggressífum íþróttafréttamönnum. Ég man eftir opnu í dagblæðinu. Ég man ekki á hvað mótið það var þegar við skiptum á okkur og duttum út snemma. Og þar stóð opninni hér átti að fjalla árangur íslenska kallalagsins í handbolta. Það er hart. Það er grjótast. Það er góð orka. Herðu, Aron Pálmarsson yfir 3,5, það ekki alltaf að fara að detta? Aron Pálmarsson yfir 3,5? Já. En hann gæti verið að mata það á línunni. Já, ég er nefnilega, það er það sem að, eins og Dóri segir, hann heldur að vera einhver eitt sem catches fire. Já. Ég er bara vissum að þá bara finnur Aron línuna, samherja, að losa sig bara við boltan á hárri eftir tíma sko. Hann er shooter, ég held að vera shooter. Hann sko, en hann var náttúrulega bara af sem skitta í liðinu fyrir árið síðan sko. Já, heyrðu, Dóri, þú náði titli sem að Gunnar Birgisson, hann hefur aldrei náð að vinna. Mótsveitlingur ársins. Nei, því miður. Það er verið að tala að velja mig aftur fyrir 25. Jafnvel. Ég byrjaði rosa sterkt sko. Og ég er líka bara ég er náttúrulega búin að vera með eitt rosa Þorsteins Leo bet þegar ég veðjaði þarna akkurat þannig að payout er í 270 og hann stóð sér svo fallega þá sko. En þetta er íhaldsamt bet hjá mér en enga síður þá er þetta bet með hjartanu. Þú ætlar ekki í örlífinu, þú ætlar bara ef við komumst 5 mörkum yfir, þú ætlar bara að taka allan sásökan í. Ég veit það, ég ætla að fá að upplifa allar tilfinningar á nótnaskalanum í kvöld. Love it. Ólið. Býttu. Ég þungur. 500 €? Ég þungur. Býttu, þú kom nýþungur inn í þetta. Býttu, hvað? Málið. Ég er mjög áhættusækinn. Já. Ég vil annarkort bara vinna eða tapa. Skilurðu? Þannig bara allt balans undir. Það þarf að senda þig út í alveg. Þú þarf að komast inn á með þetta hugafar núna sko. Ég veit það bara í seinni hálfleik þegar verður VSN kemur Steini inn á setur bara 2 þeir aftur á bekkinn. Það er bara að fara að gerast. Það er líka þessi Héðinn Gils orka sem að þú býrði við líka. Já, þessi Lars Kaufmann orka. Pascal Hens, hann er svona einhvern veginn samofinn eða svona samblanda af þeim tveimur sko. Já, það er rosalega blanda. Og svo erum við, byrju, og nafnir. Þetta er svona, þessi mynd zoomar svolítið upp eftir 2 veðmál hjá mér. Já, byrju, þeir snerta hvort annað, nei hvað? Já. Ísland vinnur, Örlífinn, og síðan á Viggo fyrir yfir 5. Hvar fékkstu þessa mynd? Ég tók hana. Er þetta úr engasafni? Tókstu þessa mynd? Þetta er úr engasafni. Airbnb Er þetta ekki eitthvað svona hendarklámi? Ég myndi segja að við séum allir bara að taka við barnaklámi, þannig séu núna, þú veist. Já, kemur eitthvað bréf inn. Við erum bara nefndir í dómskjólunum núna, sko, það er alveg. Þetta er í Engihallanum. Þetta tekið í Engihallanum. Já, ekki allinn maður. Ég er svona lókikið með þetta það ef að Viggo fyrir 6 mörk eða meira að vinnur Ísland. Já. Þannig að þetta er svo. Nú er ég farin að skilja þig. Nafli minn, heyrðu. Já, byrjun á liði. Það komið liði. Það er ein breyting, það er að Sigvaldi kemur inn fyrir óðinn. Verðum við ekki að taka í mig aftur? Sérðu, þetta hefur aftur. Jú, ég er sammála, verðum við ekki að keyra á það? Hvað er að gera á? Ímir skori allavega 1 mark. 0,5. Það er bara svoleiðis. Já. Það er bara að fá hraðaplöp í byrjun leik sko. Það sveik okkur síðast. En hann fékk samt alveg færin. Það er það sem við viljum sjá. Við sjá byrjunlið aftur. Vistu hvað, ég var ekki að, þetta byrjunlið, það sagði ekki let's fuck. Ekkert neginn við mig sko. Þetta er sama síðast, veistu hvað þetta þýðir? Það þýðir við ætlum ekki að vera með neina skiptingar. Þetta verður run and gun í byrjun. Svo þegar leikurinn er jafnvægi, þá release the Kraken. Þá setjum við Aron og Gísla inn á í einu. Ok, segi Ponsan og Dóri Díana fekk stampinu í kjörðan. Ok, það er búið að ná mér alveg, ég er til í þetta, sko. Let's fucking fuck. Það er það sem ég er að segja hérna, sko. Shit, sko. Herru, ok, hvað er að gerast núna? Já, einmitt, það eru auðlýsingar, þetta er Auður, það er Dóttir Kviku, það er gríðalega gott bankastarf sem unnið þar. Þessar léttar í bolta. Annar nafn sem stendur þið næri. Hvað er stuðullin á Ími? Auður. Það er 2-földun, það er 2,05 og Ímir skori 1 handboltamark. Hann þarf að skora 1 mark. Þú veist, hann er að fara að spila, hvað var að segja, 20-30 mín í sókn á marki. En Dóri, nú er Ímir? Að því hann hleypur alltaf fram með það? Já, þú veist, hann er að byrja vörn og sókn, sko.
Já, það? Byrjunarliðið miðast við sóknina, við ætlum ekki að vera með neina skiptingum milli... Byrjunarliðið miðast við sóknina? Yes, sir. Ok, þú veist svo mikið þetta sport, sem svona litlu, þú var smáalitri, þú lýsið það, sko, það svo gaman. Nei, þetta ég veit ekki hvort þetta sé gefins, sko. Nei, við gerum þetta líka fyrir síðasta leik. Og þá klikka hann. Já, þið með ekki vera Jónasar í þessu. Hvernig eru aðri leikir búið? Ok, býtu við verið að baka Egyptaland í mörg ár sínist mér. Já, við höfum bara ekkert verið að mæta þeim. Nei. En 2017 fengu þeir íslensku raskellinguna, 2015 fengu þeir íslenska reiðina yfir sig alla og svo var jafnt þarna 2008. Ég man eftir því sko. Virtum stíði þetta 2008. Það er ólympíuleikarnir. Já, ég man eftir því. Það var nefnilega rosalegt á ólympíuleikunum, hún gerur jafntefli við Egyptaland. Töpum fyrir Suður Kóreu á leið okkar. Við fórum fjallabaksleið að Silfrinu. Við getum fengið tífara. Þessi hérna. Já. Þessi gaur náttúrulega lítur út eins og morðingi sko. Já, þessi gaur lítur út eins og Sideshow Bob í Simpson þáttunum. Hann heitir Ali Zayn. Og hann er að fara að spila slatta af því að einn þeirra besti leikmaður, Hesham Dodo, sem er að fara í Vesprem í Montpellier, hann meiddist í síðasta leik. En voru þeir ekki að tala að þetta væru egypskar ligar eins og með píramídunum? Nei, það var ekki, hann allan var bara í gallabuxum rétt á hann og það væri reynda, það væri búið að taka leikþáttina eitthvað. Egypskar liðið æfði hjá píramídunum fyrir mótið. Allir í gallabuxum? Já, í gallabuxum, þetta er alvöru gaurar sko, þeir eru að spila í gallastuðbuxum. Sjá hvað búlis eru snöggir að þessu. Shit. Það er grafíska deildin hérna almenni laus. Ég meina, ég kallaði þessa mynd úr Engihallanum bara live og þeir voru mætti með það. Ok, sóknarleikur. Orri, markakongur. Óstöðandi. Þorsteinn Leó með 7 slummur. Orri óstöðandi, það víst bara skýrt eftir honum, bara í alvörinni. Já, þetta veit ég, að því ég mætti handkastið og heyrði söguna. Já, það er rosalegt. Hann er líka búinn að vera geggjaður. Viggo, hann var svona okkar besti maður í síðasta leik. Óðinn Þór Ríkarsson, hann er með 9 mörk, en hann var ekki nógu góður í síðasta leik. Nei, þetta byrjar Sývaldi. Það er bara engin afsláttur. Og Viggo, það sem gleður manni, róa mann líka með bettið hjá mér og Viggo, er að hann er bara vítaskítan. Hann hefur ekki klikkað á víta á þessu móti. En segi mér aðeins, nú skulum við aðeins tala um hvað þýðir jafntefli í þessum leik? Það þýðir að hvort liðum sér fær 1 stig. Einmitt. En við erum að... Það þýðir það að þá verðum við að vinna á föstudaginn. Króatana. Og meina þeir eru með konum með hálfan hóparna og það er verið að tala um að Dagur þurfi jafnvel að fá undan þá og spila þarna sko. Já, ég meina þeir er líka bara mítiðan í Króati, þeir er bara bakinn og degi. Þeir eru ekki sáttið með hann. Nei, þetta er leiðilegt að heyra. Og svo erum við að tala um þetta sem nokkuð gefins á móti Argentínu. Já, það á að vera gefins sko. Ég ætla að senda okkur búlis hinn milliðili sem við erum að fara að keppa sem við mætum. Meðan þetta er því Dóri markmaðurinn við getum Muhammad Ali. Erum við smeykir við hann bara svona við nafnið? Er þetta hann? Þetta er bróður hans. Já, ég ætla að setja spekt á nafnið. En satt eitt með nafnið fer ekki smá virðing úr nafninu að því það er skrifað með Y. En Ali með Y. Það er nú getið breytt í. Já, það er ekki töff að vera Ali með Y. Sjáu, segja Dagur sé að taka við flensarinn. Nei, ég menna það er eitthvað disruption í gangi hérna í Króatíu. Það er hérna... Það eru stór ego í þessu liði. Já, og það er verið að tala um að hann og Lukas Sindris þegar maður lent saman. Það sé ástæði fyrir að hann sé farin út úr þessu. Og svo er verið að tala um að hann sé á leiðin til Flensburg. Eftir HM. Þín í mennóli. Hvernig er þetta? Sem þjálfari, viltu vera í Bundesligunni eða viltu vera international? Hvað er... Viltu vera með hendur fram á örmum alla daga eða vera svolítið cozy sko? Er það svoleiðis? Bara hvort típan ertu? Svo eru sumir sem elska Kes, bara mjög mikið. Þeir eru oft bara í bæði sko. Þeir eru í bæði? Með gott félagslið. Og svo kannski eitthvað bara einn eða eitthvað svona... Á kantinum sko. Á malla, lefa því á malla. Nei, ok, ég skil. Nei, gaman að sjá, þú veist, Freddi var alveg, ég dýrka hérna að tala þýsku sko. Já. Ari Grjótherður, hann er bara svo innfættur. Já, hann er... Finnbogason? Nei, Freddi, Alfred Gíslason maður. Freddi. Það bara passar ekki við Alfred Gíslason. Freddi Gísla, ég meina. Það passar ekki.
Ég man bara þegar maður var spenntur yfir því að Freddi Gísla væri í hemma í kvöld Það var rosalegur Markvarslan, Viktor Gísli er alltaf búin að vera unreal Erum við eitthvað smekið við það, þú veist, þetta voru þessi færi sem Viktor Gísli var að taka í síðasta leiku þetta mikið að 6 mínútur og döðafæri Það er eitthvað sem við kannski getum ekki endilega treyst á Nei, og ég, þú veist menn var að tala að síðasta leiku var að vera svo góður sko, við skorum 22 mörg við fáum 8 tværmínútur og 9 tværmínútur og hann er 14 döðafæri sko en að þú veist, það er alveg klálega búið að vera eitthvað ræða hjá Snorra hvað betur mátti fara sko en að eru menn of víraðir í vörninni? Já, þú veist, menn tala að að reyna að sækja í þess að íslensku geðveiki Og hvað er það? Bara að hlaupa á gaur og pakka hann saman? Það er svona svipað eins og þegar Elvar fekk síðustu 2 mínútur sínar hann liggur einhvern veginn á hliðinni og reynir að grípa í lappinu honum Tjekkið Þorstein hérna í lögleg stopp og tala coast to coast leikmenn hérna Þetta hlýtur að gefa Er þetta staðstík á mótinu? Já, þetta er hérna, ég kalla þetta kúbuskattin Þetta er kúbuskatturinn Þessi kúbuleikur er aðeins að skekja Herru, ok, ég ætla að sýna ykkur þetta eins Sjáu þennan milliriðil, sko, þetta er náttúrulega bara glæpu gegn mannkynnu, þessi milliriðil, sko Þetta er hræðilegt En það sýnir okkur líka hvað er ógeðslega mikilvægt að vinna þennan leik í kvöld og helst á Krótan og föstudag líka fá þá Holland eða Ungverjaland eða Austurríki Já, við viljum fá Ungverjaland, í staðinn fyrir frakkana Allt annað en frakka Í staðinn fyrir Le France okay. Ert þú einn af þessum sem er bara Nei, alls ekki Ég horfði á ekki sko, þeir geta ekki Neitt Nefn mót okkur Já, þá hitna þeir elska íslenskt kjöt sko Er það alveg saman að við viljum sleppa að frakka? Nei, alls ekki Við viljum sleppa það Já, ég er að segja það En meina við tökum Holland Já, og Austurríki og Ungverjaland Já, engar áhyggjur nafnilega, það er spurningin að kanntu þjóðsöngin? Allan, ég kann bara bandaríska þjóðsöngin Já Ég kann þann íslenska Can you see Eru þið búin að sjá bandaríska landslið spila eitthvað á mótinu? Erðu, tíðindi Þeir unnu í dag Hvað? Það er svoleiðis Leo, hver var kaninn að vinna á hann? Herru, við erum byrjaðir, þetta er að grínast Þetta er byrjað, herru, sjáu hérna Svoandi að fegða Sjáu þið Frelsson, við erum aldrei að fara að tapa með Friðgeir Eli í stúkunni Það eru stimplanir Aldrei að fara að tapa með þennan kongi Örfendu undrið Herðu, Dóri, þeir unnu fyrrum lærisveina dag sig, Japan Það er rosalegt Herru, býtu, það eru bara eitthvað skiptingar hérna Nei, ok, herru, þetta er allt í lagi Dómarinn hefur ákveðið að gefa okkur annan tækifæri Sko, við höfum tapað boltanum í fyrstu sókn í öllum hinum leikjunum Ok, frábært tölfræði Það verið geðveikt að sleppa þið núna Þetta er ástæðan Jannustaði Þetta er nákvæmlega sem ég var að segja Það þurfti einhver að setja þetta í smettið á þeim Herru, upp með veskin Setið þið bet your house Bet the farm Herru, sjáru þetta Sjáru, slæta á njánum hann bara eins og hann væri Þetta var geðveikinn svo vildir Já, bara menn er að Herru, og þeir virðast vera með þá í teskeið Ok, svo gaurast það allir með að geða háan rass Hafið tekið eftir því? Rassin er bara svona í Já, líta kálfa Já Það er í sprengjan, sko Það er í hásinni Þú sérði ekki alveg hvar rassinu að mendar og bakið þegar hann byrjar Herru, þetta lítur ok út með við margt annað sem ég séð, sko Ok, menn ætla að vera Hver er á miðinni hana? Er þetta hérna Nei, glimt Snöggreifing, já, 2 mættir hana Við erum með þetta Hvernig gáttur? Yellow? Á ími Statement Flott Byrðu fyrir hvað hérna? Það hefur verið skelli fyrir betti Þetta ef Ingminn hefði ekki 2 þarna Það verið skellur Er það ennþá opið? Það er tveggjuminna bettið Yellow kart á Janus? Já, það er ennþá hérna Nei, nú er hann að Leifið Íslendingum að fá boltan og skora annar mann Það eru fyrstu 2 mínútur komnar Janus Elías, býtum við Er það fyrsti sem henda á það? Já, bara veljið eitthvað Veljið einhver Sófinn, veljið eitthvað Já, sófinn Getur við fengið sófakam núna? Já, fáum sófakam Getur við fengið sófakam? Sjáu þetta Þetta er rosalegu sófakam Þetta er alvöru line-up í sófanum Við erum með heilt byrjunarlið á bekknum Tilbúið að koma inn á Tilbúið að koma inn á ef eitthvað klikkar Herru, en talandi það Janus Daði er komið með tvist Við erum manni færri hérna í crunch time 1-0 Nei, Viktor Gísli Sælir
Ímyndið ykkur, þeir ætluðu fyrir hugsa skorum eitt flott mark en alljúb voru látið geta Þessi gæi, þetta næst markast í gæðin í PSG í vetur Viktor sama hann með nákvæmlega sama því að hann er bara eins og hvað heitir hann, Slim Rabbit í 8 Mile hérna he don't give a fuck who it is maður, skilur Þú ert með eitthvað svona rappdót, sko, það eru við ekki á heimauðli Já Bunny Rabbit, hérna Það er fyrsta döðafæri komið maður, djúvill, lúkar hann. Heyrðu, Elvar. Nei! Ekki skjóta hennar mann í gang! Heyrðu, þetta var Ímir. Þetta var Ímir. Hann hefði getað dottið. Nei, það var Ímir. Þessi maður er bara með blóðu og plástur. Það var erfitt, heyrðu. Rebound. Heyrðu, þetta er samóðið gerist í síðasta leik. Þeir voru fannir að negla bara í tréverkið. Það verður að hætta Býtu, þessi er reiður Hann vil láta breyta reglunum í handbolta Eru svo þessum að leikur Þið alltaf að öskra þeir þekki einhvern í stúkunni Já Öskri nafnið Ekki alveg nóg margir komið frá Egyptalandi, sé ég Nei, við vorum ekki vonast til að þú myndi þekki einhvern það Ok Herru, nei, ok, þetta er eitthvað Getið fengið aðeins hraðar í sóknarleik hérna bara Já Viggo gerir ekki neitt beint Nei Stjörnuskrif Sækert mínu kokkabókum að þetta Hvað var Herru, það er augljóst að það eru egypskir denarar komnir í vasadómarans Nei Ekki leif honum að fara upp Hann áta Hann ætla bara að hendi clean sheet Hvað er að gæja Síðan er Leo Reynis í sófanum að telja Cairo-kerfinu á Íslandi Já, það er hérna var leikur á X-inu En vita ekki fyrir að þetta heitir allt Cairo Heitir þetta Cairo alþjóðlega? Þetta heitir Paris Já, eða? Nei, ég ekki Royale with cheese Herru, ok, getum við nú fengið Þú veist, hætti að Sjáðu, hvað hendur Ég það mörg fyrir mitt bett, sko Já, þú varst að yfir í hálfleik Sjáðu, þarna er þetta 13,5 Og Leo Reynisson er að telja Cairo-kerfin hjá Egyptum Strákar, þetta er bara ekki alveg Sóknarleikurinn er í vesenni eins og síðasta leik Það er 1-0 hérna eftir 5 mínútur Danir verður búin að skora 40 mörg og reykja 2 prins á þessum tíma sko. Það er skipt bolta Nei, það má alls ekki Það í yngri flokkunum þá þýðir alltaf að liði sem er yfir tapar sko. Býtu, Mohamed Ali er ekki eins og í markinu þegar hann inni Þeir eiga hann inn En okkur er hann handlisbroti Þessi leit bara út eins og hann væri tekin úr stúkunni sko. Herru, það er hérna bláa hafið er hérna Sérsveitin Ok, þið skorið ekki núna Ekki núna og ekki aldrei herra mínir, við erum í þessum bolta Já Orri óstuðandi Ok, ég veit að handbolti vinst í vörn og boltum en við þurfum að vera sneggri fram, miklu sneggri fram þessar uppfylgtu sóknir er ekki Nei, þetta er Það var elli Af hverju er 11 komin inn á? Af því þau treyst ekki í mig fyrir ferðalæginu Já, þetta var Shit, það hefur verið mjög asnalegt ef við hefum ápeppast þarna Ok, það þarf að setja Ég veit það Það þarf að mögulega þarf að unleash the Kraken bráðum, er það ekki? En við erum að halda hreinu Viggo Herðu Það er bara helt á honum Já, það þarf að sína þeim þóstinlega og bara sína þeim hann bara benda á hann og bekknum við setjum hann inn á það hætti ekki Blackmail á Stákar! Hvað er þetta? Óli, hvað myndið þú gera þarna? Bara negla þér upp og hamra hann eða? Já, bara byggjum boltan bara byggjum boltan Er flókið að setja hann í skeitin til dæmis? Já, bara forðast kontaktið og setja hann í skeitin Já Nákvæmlega Þetta er bara ein hend og undan og hinn og eftir sko Eldir að Ok, það er 1-0 Þetta er bara svo í fótboltaleika Er þetta ekki bróðið gæðan sem er í Vestbrem og við mittur? Kannski fer þessi leikur bara 3-1 Óli Það er góð spurning, ég fylgist því með Nei, ég held að þú verið búin að mæta allir sem gæðan Sko, mitt bett er bara ónýtt sko Nei, það get ekki skorað! Já, snöggt get ekki skorað! Stillu upp þess að sóknir Viktor Gísli Það þarf AP4 Janus var maðurinn Janus er maðurinn Herru, þetta er sama þvæla í síðasta leik Hvað er í gangi? Hvað er það með, 3 varin eða? Já, eitthvað svo liðs herru, það er eitthvað væru kærð hér í gangi Hann greip hann bara Hann greip hann Greip helvits bótan Sérðu, þessi segir bara, má ég fá reyna aftur og þá tekir þetta aðeins öðruvísi
Árni Tórósson, ég ætla að spá að verði með 100% markúslu. Það í fyrsta skipti sem það gerist. Pældi hvað var í niðurlægandi. Allir væri bara, já, þetta var ömulegt og við erum hættir, sko. Og endar þessi leikur 13-0. Og Harald Jónni væri þetta að fá fálkórðin og Ég langar mér í þess að hummelskó sem hefur auðlýsað annars. Er það grínast? Býtu, aðjóð, það ekki bara eitthvað svona íslenska skrifstofur? Við megum ekki hleypunum í þessi færi. Vörðin var örugglega að hugsa þessar íslensku auðlýsingar, það er svolítið truflandi. Já. Þetta er ekki neitt. Harðu sjálfur. Herru, ekki aldrei dæmdu fótur hérna þegar menn sparki hana? Er þetta valtarinn? Það er valtarinn sjálfur. Það tíðindi. Fyrir með fyrstu 2 mínútur. Búðis, erum við með þetta? Eru klárir? Er enginn að fara á taugum? Valdi Már Hákonarson. Já. Ætlar hann að láta mig líða betur hérna? Framar í gerði. Menn verða bara að fara inn úr færunum. Janni gerði þetta sjálfur. Viggo. Herru, það þarf einhverja nýja sótt hérna, maður. Herru, 4 við meina sendingu eftir. Nú verður að skjóta elsku drengurinn. Sækja fríkastið. Herru, 2 mínútur, dómari! Má berja á Íslendingum, þarna eitra. Herru, þessi sér ekki eftir neinu. Sérðu, hann með sveittur, ekki þjálfarinn með bletti undir treyjunni. Þetta eftir 7 mínútur. Þetta alvöru tungl þarna. Við kallum þetta 9 tómu ponsa. Herru, menn ætla bara upp í ykkur hörku hérna. Við verðum að skjóta. Akkur hendur við ekki Þorstein inn og núna? Láta hann taka þetta. Við verðum að skjóta. Við viljum bara hóta honum. Það byrja með. Það verður að skjóta. Nei. Herru, ok, 10 mínútur liðnar. Getur Dóri satt bylgjubrandarann? Nei, ég ætla ekki að gera það. Já, ok, ég skal segja hann. Er í alvörunni til fólk sem er að útvarpinu, eða í bílnum að hlusta útvarpið og helvítis. Og það hugsar sko, að hlusta á bylgjuna og segir, þetta er svolítið heavy. Bestið setja á léttbylgjuna. Já, Viggo! Laus haus, maður. Þetta var lobby. 4 í viðbót. Sjáu þið. Já. Svo erum við eitt fótboltaseðil. Það er þannig. Nennið að hætta að tala um seðla nema seðlana sem ég fæ þegar Ísland vinnur þetta og þá er ég að tala um fyrst og fremst þjóðernin stolts seðla. Eftir sko. Það er partíseðil nafli. Herru, hér gerist eitthvað, nú er eitthvað að gerast. Þeir eru búin að gefast upp, það er búið að brjóta Aukistana. Það er viljinn í farinn og hann ætla bara að kasta einu sinni bara til að vera fyndinn og leyfa þessum að snerta af því hann er ekki með Harpiks og klúður og lesa vörnina passa á vatnið. Þeir spila ekki með hóttamann. Þeir eru bara Já, Viktor! Djúvill er hann góður. Viktor. Ég held að hann væri, sjáu þið? Ég held að þessi var að leka inn. Hann er á leiðinni til Ungverjaland, eða ekki? Er kominn? Hann er í Pólandi. En er ekki á leiðinni til Vestbrem? Nei, það hefur verið orðað með Barcelona. Pældi hvað það er mikið upgrade, maður. Já, það er eiginlega fínt að vera þar. Neðst að því fyrir Íslendinga fara til Unleash! AP komin inn á. Unleash the Kraken! Komin inn! Unleash the Kraken! Herðu, og með Gísla, Ímir á línunni. Aron er alltaf að fara að finna Ímir á línunni. Þeir voru ekki eitthvað til í þess að fake sann sko. Þessi gauður ger ekki neitt í þessar fake sko. Ímir náttúrulega byrjaði að æfa línu þegar hann var hvað, 22 eða eitthvað. Hvað það? Hann byrjaði mjög seint að æfa línu. Hvað var hann? Hann var skýtta, miðja. Miðjumæður? Gísli, kotta á þá! Vítakast, já, Gísli! Kassi! Viggo á línuna. Djúvill er pirrandi að fá hann á sig, maður. Já. Sérðu, hann er Ímir að skamma. Ég er línu 22 ára. Hann var að segja það við hann. Þó ég kaus ekki Viðreisn, þá skal Ok, Viggo er með tattoo í að skora svona. Kaust ekki Viðreisn? Hvernig er þetta tattoo? Að setur hann í kloppan á hann. Laus uppi. Yes! Viggo! Herru, það er ekki nema Óðinn Steinn. Það er ekki nema 3 mörk í örlífinni. Það er rosalt. Hvað setti ég á? 14 mörk? Þú varst alveg í bullinu með þetta. Herðu, hann átti ekki breyki í þetta. Hann er meiddur, markvarinn, hann sést af því hann er með gifsi sko. Já, ég vil sjá Ali in action. Hann er með gifsi. Ali með Y í action. Ok, viltu sjá Ali in action? Já, Ali með Y. Herðu, þetta er eitthvað klúður núna. Nei, alltaf hendaði búta. Nei. Það er, ég fullyrði það að það er verið að leika. Sérðu, hann er svo teikmyndapersóna.
Hann er bara glottandi upp. Hann er alveg massaður þessi. Þessi eins og hann hafi verið borgað til að vera vondu við henni íslensku þjóð. Viktor Resic stands með 67% markvæslu. Það var solid judokast, sko. Hann með 67% markvæslu, Viktor Gísli. Já, við erum ánægð með það. Herru, Óskar Bjarni, mættur. Hann er bara, Snorri, róa þetta. Nú stoppaðu þú, Snorri. Ró. Þessi gaur segir, náðu nýjan ból handa mér. Herru, nei, það er engin út af. Þeir voru bara beðnir að túna sig aðeins niður. En er sko bómull ljósgrátt, er það málið ef þú ert svitakall? Þetta var klassísk norðurafrísk off-tempo sók! Herru, hausinn maður. Dóri, pælti því, Valsmafían sá til þess að þessi var ekki á síðasta stórmóti. Herru, sófinn er hérna. Ég er að byrja í Valsmafíunni, ég er að reyna að gera hósum mína grænafyrinni og ég er tilbúinn svo sem að fórna einhverjum góðum haukaleikmönnum grimm. Já, fyrir Stíven. Fyrir Stíven. Til að greiða götu sonarins. En það var næstu búið ganga fram að mér. Það var náttúrulega verið ósk eftir að Þorsteinn væri valinn í síðasta verkefni, hann var ekki tekið með. Þá var hann næstu því búinn að missa mig, sko. Úr mafíunni, sko. Þú gjörsanlega trilltur. Herðu, aftur. Já, tapaði bolti. Strákar, snöggir maður! Þið verður bara kæra út, drengir og upp og hotnið og ekki. Þetta er lélegt maður. Róa þetta, stillum upp, fáum Ími. Fáum Aron. Tökum Kæró. Aron sagði bara strákar, Rúðvík, das ist besser, sagði hann svo. En þetta var svo léleg stimplu. Herru, gæti ég fengið einn svona grænan orkudrykk eins og strákarnir eru að drekka, hérna, og danskan. Hann er að komast í þessi færi, hann er ekki að nýta þau maður. Það er hann skref samt. Þetta skref? Já, það er í gangi maður. Þetta er svona, það minnir mig á Gandalf bara. You shall not pass. Já, þetta er okkar Gandalfur grá. Viktor hinn grá. Já, þetta er þannig orka, sko. Það er eiginlega bara svolítið, það er svolítið þannig. Það er svolítið þannig. Í mér inn á, Aron er að fara að senda á hann og Betti er að fara að detta. Gísli Þórir er ekki öðru núna en að senda á hann. Strákar, eina bettið sem skiptir er það bett sem þessir menn eru búin að gera við land sín á þjóð! Og þetta var ekki nógu gott! Nei. Herru, og þeir eru að róa þetta. Einmitt það sem við viljum ekki, að við viljum fá æsta Egypta inn á okkar turf. Egyptar sem hafa ekki stjórn á sig, það er eitthvað sem við fílum. En ef við ætlum að halda þessu bara svona, þá veit ég ekki alveg hvað ég gerir næst, sko. Óli, hvað getur við gert sóknarlega? Svona til að... Ég meina, Gísli er að spæna það í sig, sko. Nei. Ó, eftir okkar. Er þetta víti? Snýst að nýta færin. Þetta snýst að nýta færin. Það snýst að setja boltar í netið. Það snýst að finna samherja sína. Já, þetta er í grunninn ekki droslega flóki sport, sko. En undir yfirborðinu er þetta eins og eldflöguvísindi. Herru, sideshow. Það er Ali sem er skytta, vítaskýtta. Mohamed Sanat. Já, hann er nummer 90 eins og ég. Það heitir Ali Zayn. Ali Zayn. Ok, hann átt Viktor. Ok, takk ég Viktor út af hýstan. Bara veðið honum í álpapir og glóta hann kvíl í hlukkar. Ekki ruslabókið. Herru Nafli, það er annað þáttirinn sem er spurt hvort þú sért í þagnabindindi. Já, það. Sorry, ég er að tala svo mikið. Fólki vill fá meiri nafla. Já, við erum líka komnir í allt annað game núna, sko. Núna líður mér ekki vel. Núna er ég stressaður. Já, en þú ert á pullunni. Ég er á pullunni. Strákar, ég sný baki við þessu liði á 0-1 ef við förum einu marki undir, sko. Já, ég meina, ég er með 350 € í vaskin bara í fyrra áli. Já. Það er big giant balls bet hjá þeir. Aron! Já! Hvað þarf hann? Hann þarf 3 í viðbót. What a man, what a yeah! Hann er alltaf að taka 3 í viðbót, maður. Hann er að fara að spila svona 40 mínútur í dag, sko. Jú, dýrkaði lúkið á þessi markmanni, maður. En hann er meiddur og ég hef áhyggjur. Er nafnið þagnabindindi? Dóri er það allavega ekki. Takk ég að með mækinn. Og söngvinni líka, sko. Þessi fólk veit ekki að Dóri fær borga per orð sem að segja. Hann er á akkori, sko. Þið verður bara að gera þetta án mín. Jú, þegar við framalega í vörninni, það sjá þetta. Já, aggressíft. Við erum bara á 10 með þetta. Við erum með boltar. Dóri, ekki satt láta tjatti brjóta þig, sko. Nei, þeir brjóta mig ekki. Sá eini sem getur brjótið mig, Ali Zayn. Ali Zayn. Sjáðu elliða samt. Þetta er munur á vörninni frá því síðasta leik. Við erum að mæta þeim bara á 10-11 metrum, sko. Við ættum að kíkja á mér. Ekki að fá lestin á okkur, sko. Erum við bara, já, við erum að aðlaðast bara hverju liði varnarlega.
Ég meina, sjáðu það núna. Nei, menn þetta líka stóri strákar. Herru, þetta var bara að segja Ramhjá! Og nú, svo gott náðum í kontaktin áður við komast á ferðina. Getur við fengið í mig inn á það? Já. Vertu breytt maður. Aja. Og strákar. Stilla, róa, tala saman, óska hvort öðrum, hrósa hvort öðrum. Það er mikilvægt. Senda Janus inn á hrósa. Það er tími í þetta, sko. Vítakast! Já, Gísli. Viggo. Það væri svo geðið til Snorri myndi senda Janus inn bara hei, farið inn á, segðu Viggo að sé að standa sér geðið. Máli ég fæ illt í öxluna í hvert einasta skipti sem að Gísli fer inn, sko. Hefur þú spilað á móti Gísla? Það var að fara út. Hvenær er það bara með hann á æfingum, sko. Þú er ekki spilað á móti Gísla, þú spilað á móti mér. Já, strandaboltamóti. Tókum fræðið eftir strandaboltamóti, það sem ég næstuði vann hann í uppkasti. Já, ég var ekki Ok, I love this man. Þetta er Ali. Sjáðu hólning. Getum við fengið hann að spila með herði? Þetta er bróðið minn. Ok, hann áttur að verja þetta líka. Já! Lúmskur. Þetta er hann kaldur maður. Gæðu. Ískaldur. Fyrsta skipti sem við náum 3 marka fórskoti. Já, mig vantar, hvað? 3 viðbútt. 3. Hvað settur á? Málega bara, ég held 5-5. Já, það er alltaf að fara. Ég las þetta þannig að við værum kokki með sjálfstraust, myndum skora 14 mörk í fyrir álega. Þeir taka timeout. Já. Þeir taka timeout. The timeout, shooting. Búlis, ég var með ég var búinn að sjá tölfræði með þetta, þú ert alltaf að tala að við séum að leiðin undanúrslitin. Já. Ég ætla bara að sína þetta svört á hvítu. Já. Þetta er doktor Donahue sem var að sína þetta í Háskóla Reykjavík. Það eru sem sagt fyrir þennan leik eru 66,3% að við fyrir með áttalúrslitin, 22,4% líkur að fyrir með undanúrslitin. Hvernig svona líst þér á þær líkur? Nú ert þú búinn að hífa þetta alveg upp til skíjana. Þetta er bullshit. 22,4%. Er þetta ekki gæðin sem spáði að myndu drepa svona 90 manns hérna COVID? Þessi gaur er með, já hann reyndar að gera það. Er þetta ságæðið? Þetta er bara gögn. Hann hélt að handboltalandslið myndi fá COVID líka. Þetta er bara tölfræðigögnin og 2,5% líkur að vera með heimsmeistarar. Máli, ég er mjög áhættusækinn. Já. Ég myndi betur farm á 2,5%, sko. Já, en það sem gjaldfellir þetta er að slóin eru líklegri að vera heimsmeistarar við. Já, en samt ólíklegri til að fara í semifinal. Já. Something doesn't add up, man. Var hann að skema með þessi gæi? Hann er með líkan sem er búinn að keyra alla leiki í 1000 sinni. En var hann að skema með þessi gæi? Ég borgaði eitthvað 150 skall fyrir að myndi gera þetta fyrir mig. Í alvöru? Nei. Þetta er ekki fyrst eða alveg líka þetta hljómaði sem bara svona vinna sem tók hann allt árið ekki. Herru, ok, og Egyptarnir eru reiðir og þeir eru með kraft. Faraóana með sér. Alice Sain. Skilja hann eftir. Klára þetta, Aron. Já! Kaldur. Að gera þetta. Það er alveg ára yfir okkar manni. Hann léttar yfir honum en bara fyrir svona 2 árum. Pældi að koma í krigan, hvað það gerir fyrir þig. Þetta er bara eins og þetta í brunnin í enna Ástríku steiningur. Þetta er bara svo að fara í... Segðið. Bóri. Rosalegt. Og nú myndi ég alveg reyna að kýtla á undir handakrigan, sko. Já, getur sagt mig, varstu með dirty tricks þegar þú varst á línunni? Nei, í raun ekki bara, þú veist, alltaf þegar eitthvað vaði hendinu svona utanum mig að reyna að snúa mér, bara svona. Hann er að leika sér að þessari línu, maður. Já. Tegur þetta sína einn hendur. Það er 1 mark fyrir hann viðbót, það voru það. Hvor varst þér meira pyrrandi álega að fá pappixi hér eða á nýðspótinu? Já. Já, þorði kannski enginn að fokka í þér með þetta? Nei, ég hef aldrei lent í þessu. Nei. Örgulega hér. Óþægilegt. Hvernig fer leikurinn? Ég náttúrulega var spámaður ársins 2023. Ég spáði Elgos og allan anskotan hann. Ég náttúrulega búinn að spá með veskinu og þá fer spágáan á flakk. Hvað er gerast? Það eru hakkarar komnir inn í útsendinguna. Áður staðan breytist, það var uppbólstað Tetta Ponsi núna. Já, 6-9. Góður. Herru, býtu, þetta var í var þetta ekki í hvað er þetta, spursmál? Dos minutos, Aron kann að fiska. Og svona aðeins að finna e-blóð. Dóri,
Þetta var í Hringbraut. Það er minna production og þetta var í spursmál á Stefaninnar, já. Þetta svona gerði þetta. Hvað sagði þú, Hringbraut? Já, þetta var það hætti fyrir svona 7 árum eða eitthvað. Segið það nú, þetta var eitthvað Hringbraut. Hvað var þetta í blaðinu 24 stundi? Þetta, við sjáum að þetta er verra production á þessu en bara hjá okkur hérna. Ok, þessi gaur, hann með, hvað aldur á þessu markverði hérna? Hann með grátt, sko. Hann með, já, 88 stendur, hann örugglega fæddur 88. Það byrjaði að brunda 12 ára. Ég las það í egypskum miðlum. Þeir eru helviti snemmi í þar. Já, hann fekk dropan hann bara 9 ára og svo spunu 12. Herru, mótið farið í vaskinu við töpum? Býtu, Gísli grátandi, það ekki gott. Nei. Herru, við erum manni fleiri hérna, við hljótum að geta nýtt það einhvern veginn, sko. Með einhverjum brögðum og með því að gefa hann út í hotni, Viggo skoraðu út þessu. Færið ekki betra færi en þetta drengur. Nei, hann fann kraftinn frá og að skjóta þennan vittlýsing í gang. Hann fann krafti frá þeim stóra. Allah Akbar. Sérðu, má nú alveg setja þetta eða bara chip honum yfir, sko. Það er rosalega holdur. Hann er bara svo legokall, sko. Geðveikur, sko. Býttu, þið fannir að halda mikið til þetta núna? Bara leiðu og gengur illa í Íslandi? Nei, þú veist, það er bara einhver orka yfir þeim sem að höfða til mín. Ég veit ekki hvað það er. Þeir alltaf að leysa þarna. Það er líka bara lítur ekki út fyrir að við séum minni fleiri. Nei, en veitu hvað, ég hef engar ágjur. Ég er bara með að sjá þetta. Ali Sæn, eini maður sem er að skora. Hann gerir það ekki alla leikinn. En ef hann gerir það Ómar er ekki, nei, heldur það ekki út, sko. Ég hef engar ágjur. Þeir eru með einn Ómar, meðan okkar örfendi Ómar Nei, það er tómur. Þetta er svona, þetta er Tómas og Sáriðin í þessu. Nú mun ég bara hella niður ítrykkað. Ok, ef við skorum þessu, þá gengi heim til mín. Já, ég rætti ekkert við þess að hæð. Og gef ég leikinn fyrir hönd Íslands. Eitthvað? Ef við skorum þessu? Þá er þetta búið. Já, það gefur mér svo ótrúlega mikið. Herru, hann gerir sama og ég þegar ég fatt að ég kom með 10 tómurnar. Þú veist, þá er ég svona alltaf. Hann lokar það af, en býr samt til meiri hita. Og þetta fer þá í 16 tómurnar. Nei. Djöfullinn maður, þeir áttu 2 sendingar eftir og þetta voru þær, sko. Já, ég veit tölunni. Herru, 20 sek, keyrum eitthvað í gang. Arnin og Línu. Já, skoraðu Sigvaldi. Nei! Það var svo mikilvægt að skora þannig. Bara fyrir hann líka, sko. Sko, hægra hornið núna síðustu 2 leiki er bara non-existent, sko. Það er bara 1-5 eða eitthvað. Hann er bara kaldur. Já, það er svo sem... Ég held að Óðinn sé að fara að koma inn á og hann er að fara að breyta leiknum. Herru, en þessi byrjar að glotta. Óðinn er með DDI, sko. Ég veit að hann er að glotta ból, sko. Og hann er náttúrulega sá sem var mældur hæstur í testa í landsliðinu. Og þú hefur náttúrulega spilað mót honum. Kemur þetta þér óvart? Að ég spila með honum? Nei, meina það, við vorst með honum í Káa. Nei, þetta kemur ekki óvart. Ég sé hann út og inn og ég veit yfir hverju hann býr, sko. Já. Það er ekkert... Það eru byrjuðir. Já. Hann er ekki lítill allstaðar, er það svona sem þú... Ok, nú þarf ég að sjá íslensku geðvíkina og bara setja putta upp í nefið á okkurum, sko. Sérðu, klikkar. Það er búinn, hann er búinn! Já. Býtu, þetta var ekki Ómarinn, var ekki einhver annar? Ómar. Ok, strákar, Aron, Einmitt, Snöggur og Gísli og bara eins og vilt. Yfir með hann. Ætlar naflinn á flösku þegar Manju klárar Battle of the Britain. Já. Maður eru nú fara á flösku fyrir minna. Skref! Já. Hvar ferð þú á flösku í dag? Það er eiginlega bara hérna allur gangur á því. Ég er svona, maður flikkist þarna á milli en Átó og Nína, það er svolítið staðnir sem ég flaskaði þetta upp á. Já. Flaskar þetta þar? Já. Og hvernig flösku tekur þú? Það er ekki náttúruvín, Dóri. Pepsi. Það er bara vodka. Það er vodka bara. Já, vodka. Og það er hérna stjörnuljósin og allt rasli bara. Það er reyndar. Það býður ekstra. Ekstra stjörnuljós. Þið fengið hérna sætistelpuna börnum að koma. Já, þessi minn stóru börn. Getur betti ekstra stjörnuljósi? Ég er ekkert smámæltur. Aron Kahn er smámæltur en ég. Við vorum að fara yfir þetta. Herru, strákar, ég ætla bara að segja ykkur að mér finnst þið vera búin að flýja umræðinu. Ísland er að tapa! Nei, við erum ekki að tapa. Við erum að tapa, við erum búin að tapa þessum leik. Slökkvið á þessu. Borgið þeim út. Þarf ekki sorku, Dóri, þarf ekki sorku núna. Ok, ég skal peppa mig á. En það verður eitthvað gott að gerast þegar að gefa svolítið... Heyrðu, hann kastar ekki boltanum á rétta stað, maður. Dómari!
Dómari, senda hennar mann í sturtu takkjælega! Sérðu, kota á hann Gísli, kota á hann. Gísli, það verið að pakka honum aðeins saman hérna, sko. En þetta er bara fiska, tökku og víti, sko. En viljum við það? Viljum við hafa Gísla í þessu hlutverki sem hann er að taka hitan? Já. Time out. Já, þetta var flott. Time out. Var þetta ekki góða tímapunktur á time out, Óli? Jú, það er bara, við erum búin að vera svo sem að vinna menn í miðju, í sókninni fyrir miðju, en við erum bara ekki ná að skíla honum að okkur. Menn er ekki ná að losa næsta mann. Við erum að láta brjóta á okkur bara. Og við erum að skjóta í stöngina. Það er ekki náttúrulega gott flæði. Þurfum þú ekki bara að hrista þessu upp í þessu, fá Gísla á bekkinn og reyna að fá aðeins eitthvað festin í þetta? Ég væri bara til í að fá eina þunga klippingu og steina upp í loftu. Haldið að Snorri... Það er það sem þjóðin er að biðja það er lýðræðsleg niðurstaða. Release the beast. Engi Hjörvari Dogsson. Evoke nonsense. Hann fekk reisupassan eftir síðasta són. Evoke nonsense. Það var aðeins svo mikið að minnihlutahópur sem fengi að heyra það. Ég sko, hann tók sérsveitina fyrir. Já. Þú vilt ekki lenda í sérsveitinni. Skilur þú? Það er rjóminn. Og þessi gaur maður, augunjón. Creme de la creme. Ok, það er eitthvað skiptingar. Haukur Þrastason er komin inn á. Þetta er skemmtilegt. Hvað er Aron Middur eða? Strákar. Nei, það er verið að spila á okkur eins og... Andlit, 2 mínútur, burtu með þig. Burtu með þig, Hunskastu kallinn þarna. minn. En ég er bara með teipaða fingur og veit ekkert hvað að gera. Hit the road. Það er að spila þegar... Þessi var fyndið. Býtu, er þetta eitthvað páfugli sem dómari eða? Hvaðan eru dómararnir? Ég verð með það. Við erum aldrei með það. Ég verð að vita það. Herru, er þetta búin að dæmda það vel að við erum ekki að pæla í þeim? Pull it up. Við látum svolítið látið í ríkisjónarfið sjá að gagnrýna stóru dómara. Úff. Já, það er eitt koncept. Það er að fara að mjúta það. Deutsch. Nei, drengir! Ok, þetta er okkar bolti en þá. Ég fílast að þú sem að taka þessi skot. Ég líðist að það er eins og mitt bett getið dottið. Sem er eitthvað 14. 14 hjá Íslandi. 5, já, fáum mark núna. Já, og ert óstöðan. Sjáu þið. Við líður aldrei í það. Látið, takkið alla út af, setið hann inn. Standa sig vel. Þetta er okkur besti slúttar í dag, það er bara þannig. Já, hann er slúttmaskina, sjáu þið. Sjáu þið, hann er reyður markmann. Hann býr yfir vitneskjunni, hvernig píramindinu voru byggðir. Ég veit það, og hann er svo reyður af því að veit hann þarf að eftirláta hana ef hann tapar. Heilagur leikur. Já, ég myndi segja að markmaður er þessi brotinn. Það er svona, þannig er hann svolítið svona að reyna að sína liðsfélagunum að hann sé svektur og ekki varið þetta. Þetta komið í hausin á honum. Hann er fucked. Herru, það er eitthvað aðeins, ég hef aldrei séð sókn hreyfa svona. Hún er svo snákur einhvern veginn. Já. Flegðu þér á þetta, drengur! Herru, það má ekki fella mann svona. Djöfulsins. Leo, fjöldi Kæró. Það er á skjónum, það er 5. 5 Kæró. Býttu, þeir eru með miklu starri skjá en við. Ok, hvað er í gangi? Já, stendur þetta niður maður, er ég blindur. 5 Kæró, sjáu þið. Við erum með Kæró klag. Hver er að telja Kæró hana? Hver í sófanu við? Já, það. Herru, fálkórðin á þann smámælta, eða naflan. Ég er ekki smámæltur. Það er ekki að kommenta á þetta. Ég er svona spáði hvort ég ætta... Hvað fekk Haukur eina sóknu? Já, Aron er bara aðeins þetta. Gísli, farðu bara í gegn hana. Nei! Fóttu bara með hann í hodnir! Gæði veikt skot sem hann tekur hann upp í fjara. Hælið í Valsmafíunni. Valsmafían hélt þessu manni fyrir utanlandslið. Vissirðu að handboltamafían og frímúrarreglan ég margir stafir. Strákar, 15 stafir. Vá. Og veistu hvað þversum hann að 15 er? 6. Ég ætla bara að segja ykkur eitt, við værum ennþá að spila handbolta á Malavelli eða væri ekki fyrir Valsmafíuna. Virðingu á fimmleikafélagi. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Arsenal er komið yfir. Býttu, það er eitthvað shady línusendingar hérna. Endur við í vít og tveimum maður. Jésús! Móti hverjum, jú, Dínamo Zagreb. Loksins, ég með var að koma inn á. Nei! Hann líka mjög leiður út af þessu. Ætli fekk líka 2 mínútur held ég. Ná, ok. Já. Nei, hann er inn á. Það var svona samstarfsverkefni þarna. Já.
Já, gefa Að lofttaman. Sérðu, þessi maður gerði ekki dránt nema bara reyna að koma boltanum í netið og hann var lamin. Heyrðu, hann með teip, sáu þetta? Hann með teip á öllum puttum. Það var rosalegt. Gefa honum boltan, sko. Elliði komið með 2. Smelliði, eins og ég kalla hann. Smelliði. Stelpurna kalla smelliði. Já. Heima kletturinn. Það var engill að fljúga framjá. Koma. Já, okkar bolti. Ha? Býtu, hvað? Aggi, Aggi, ég ætla að biðja að passa það börn að horfa og við getum ekki haft svona munnsöfnuð eins og við séum að spila götuhandbolta, sko, einhvers staðar. Það er ekki hægt. Við getum ekki satt fucking og fuck. Við komnir af mölinni, sko. Já. Við getum ekki verið að segja það. Það var valsmafían sem tók fyrir svona munnsöfnuð, sko. Er þetta live eða tekið upp? Það er það geðveik spurning. Já, við erum bara hérna Dóri Díana er einhverja völvan hérna fyrir síð og heyrt. Já, einmitt. Hann á bara að sjá þetta allt saman fyrir. Herru, hvað er í gangi hérna? Við erum með einu færi. Og hann verið þetta. Nei. Hann var þetta. Það eru, eins og maður alltaf tala um þetta, það er þessi sóknarfrákost sem er að býta mann. Já. Ég skal segja ykkur það er 44% mann. Það er eitt stykki Björgvinarna sem er jaggall mér og hann vill komast í boltan. Herru, Rúníkur. Málega Aroni ótrúlega vannmetinn varmaður. Hann er ekkert eðlilega góður í bakgrunum í vörn. Og djúvill erum við hérna búin að vera segir varnarlega í undirtölunni síðustu 2 leikjum. Við erum að vinna fullt af boltum. Ok, hann að segja, þú ert aumingi og elskar það enginn. Ekki einu sinni mamma þinn. Döss. Blessunur. Ég áttu ekki, hafið stafið við hlýn og Viktori? Já. Hann er ekkert eðlilega, hann er hnausþykkur, sko. Er það? Já, bara lærinn og allt, hann einhvern veginn að því hann er með þetta babyface. Já, og er í svo víður. Það bera það ekki með sig. Hann er í víður líka. En hvað er hann að beygja? Já, það er góð spurning. En málega Svo 175? Já, ég geti treyst honum fyrir því, sko. Það er ekki neitt. Það eru alltaf að sé Mohamed Son. Geti hendið á baki á honum og ekki svitnað, sko. Alltaf að sé Mohamed Son í gangi í Egyptalandinu. Það er eitthvað lítið sóknarsón í gangi hérna, en það er alltaf eitthvað í gangi í kringu þennan dreng. Þú verður að fara að skora úr þessu færum, sko. Ég veit mann sem er tilbúinn og með vinstri hönd frá Guði. Vinstri hönd? Þorsteinn Leó. Hann er með hægri. Sorry, er hann ekki árhendur? Sorry, strákar, ég á í vandræðum oft með að skynja þetta og ég á í vandræðum. Vinnum þetta. Frákastið. Já, við höfum þetta. Hann greip hann ekki. Og ég líka er í vandræðum með dýftar sín. Alltaf þegar ég er að horfa fótbolta live, þegar sonum er að spila eitthvað, þá er alltaf bara, heyrðu boltinn inni. Það eru bara einhverju fóreldrar bara eitthvað, nei, spila á miðunni, sko, eða eitthvað, ég er bara, Hvernig ert þú þá að senda á milli og svona? Skrýpur alveg, eða? Já. Er það efastum það? Nei, bara... Hvað er það? Þú nefndir þetta. Er þetta hotnimnan? Ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko, en... Hvernig græðum við þetta? Við þurfum að græða, ég þarf að fara í einhverja aðger. Ok, býttu strákar. Viljiði bara! Bettvon! Kottu með þetta á skjáinn! Er það komið? Hvað er í gangi hérna? Það er ekki komið. Jó, hvað minni? Var þetta ekki 4? 12. Herru, mitt einhvern veginn samt lifir ennþá. Þau erum bara 2 hröðmörk. Já, það eru 2 hröðmörk og byrðu fyrri hálfleikur Ísland. Já, ok, þú ert með feitan svéðilega maður. Já. 700. Þetta er Flensborgar gullið sem er komið í play. Þetta er bónusinn. Herru, svona á ekki að gera þetta. Áfram, keira! Það er séns. Yes. Það er séns snöggir bara. Gerðu líklegan í mér. Ok, hann er að róa þetta Aron. Hvern á nú hendin á? Það er slefa. Aron unnið eða ekki? Það er ljónið. Aron er unnin. Ching. Ponsi var með þetta 2,25 í stöður. Hann er komið 4. Ok, ég meina þeir skora sem þora og... Hörru, meira. Vel gert. Öll með lagið. Sjáu Bonsuna þetta. Meira. Ok, strákar, það eru 9 sekúndur eftir. Hann er í stuði. Það er með Bonsuna í stuði hérna, maður. Skýmir! Hann þarf að taka það sjálfur. Þetta hefur verið rosa. Þetta hefur bara verið besta mínúta lífsmis. Jöfullið, maður. Shit. Hvernig er hann ekki búinn að... Sjáu. Ángríns.
Pældi við varum núna með þessu ömurlega reglu sem Aggi var að leggja til í síðasta sónu sá sem fiskar tekur það. Var það með það? Já, hann var eitthvað að velta því steinum. Herri býtu, þú Viggo. Viggo, já. Viggo, send okkur með 4 mörk í Viggo! Ekkert eðlilega öruggt maður. Jæja, herru það. 4 mörk? Já. Menn eru bara léttir og nettir og littir og... Það er 1 í early. Og við byrjum með hann eða ekki? Nei, við byrjum ekki með hann, en við lókum vörnunni. Og hvað ætlum við að horfa á? Val á Reykjavíkumótinu á með hann? Já, við vorum á það í hálfleik. Hérna, Óli, þú svona summerir aðeins þennan fyrirháleik upp fyrir okkur. Já, þá bara finnst mér dansinu þér í lokin bara einhvern veginn bara summerið upp sko. Við erum að peppast. Við erum að dansa. Skilur við erum að ólgast upp hérna. Við erum farin að nýta færin og farin að hlaupa betur á þetta og þú veist, 4 mörk í hálfleik. Já, en við ættum að vera 10 mörkum yfir. Já, ég meina easy. Viktor er búinn að vera að verja. Já, ég meina hann er búinn að vera geggjuð. Við erum að fá okkur alltaf bara í kringum 10 mörk í hálfleik. Já. Hvað rugl er þetta? Hvað rugl er þetta? Hvað rugl er þetta? Ég meina, come on. Já, þú veist það. Ég meina, þetta er satt, strákar. Ég meina, við þurfum að mæta til leiksita með hreyflan á lofti og ég meina, við þurfum að standa saman og standa í gormana. Ég meina, come on. Þetta er satt. Hver var það? Kári Kristján? Hver var það? Kári Kristján. Hver var það? Var það ekki Gaupið? Nei. Þetta var Kári Kristján. Gústi Jó. Gústi Jó. Ég meina, þetta Gústi Jó. Ég held að það er Gústa sem hjálpar það sko. Nei, ég meina, come on. Ég meina, strákar, þetta er satt. Herru, djúið fá þessi gaurar, fá þeir einhvern auður fyrir að leggja í þessum auðlýsingum? Þetta er zero. Gústi Jó, þegar hann fekk mig í KR og Andri Berg kom líka á saman tíma þá Nei, strákar, ég meina, þið eru svona, skilurðu, ég meina, þið eru að koma eitthvað FH, þannig að þið munum væntanlega, þú veist, farið viðtöl og svona. Ég meina, svo bara, þú veist, enga fyrirsagnir og lágan prófíl og við nennum ekki að vera að fá helvitis rjómatörtun í andlitið. Varst þú í æfingarferðinni á Spáni? Nei, herru. KR var ekki með lágan prófíl þar. Ég skal segja ykkur það, ég fór ekki í þá æfingarferð og fyrsta æfingin hjá KR var hjá mér og Andra Berg, var einmitt fyrsta æfing eftir þá ferð sko. Og þá bara erum við að gera ykkur klára, teipa sig og eitthvað og þá bara kemur formar handkvæmstildar, herru, það er fundur og inn í bara áhaldageymslu og þá kom bara einræða og það sem var mannskapurinn látinn heyra það var með svona aðeins verið að fá sér og það var einn leikmaður komin í gifs og degi 2. Jú, engin ögn. Maður mætti bara í morgumatinn, smá jetlagged og vaknaði í morgumatinn og það var einn Kári í gifsi. Já, smá stemmari. Nei, þetta er nefnilega djúsins veisla. Herri, Búlis, vorum við ekki með eitthvað vídeo hérna? Erum við klárir með vídeoið? Eat og play. Býta aðeins. Kom. Herru, spilið það. En auðvitað svekkjandi að fá stig svona fyrirfram sko, en fínt að jafna í lokin. Það var gott fyrir deildina að fá svona opnuleik. 3-3 þetta bara óskandi úrslit fyrir svona. Dularfullur gaur með skrýtna rödd. Hvað maður er þetta? Það sem er að gerast þarna er að íþróttafréttamaður okkar, Stefán Árni Pálsson, er gabbaður. Viðmælandinn hans er ekki alvöru maður, hann er leikari. Hann heitir Hákon Jóhannesson, vinnur í Þjóðleikhúsinu og hefur greinilega sérstaka ánægju af því að hafa fjölmiðlamenn að fíflum og stundum virkara. Þetta er minn bjór. Þegar við lærum af reynslunni Þetta er minn bjór. Næsta klippa sem við sýnum ykkur er frá desember 2021 þegar við tókum nokkra COVID-sjúklingatali í sýnatökuröðinni. Ég er nú viðgerða maður og við vorum að gera við glerið í Perlunni og ég þurfti að bregða mig frá leið og ég fór að finna fyrir einkennum og ég veit hreinlega ekki ef allt fyrir á Vestaveg hérna í þessari sýnatöku hvenær ég get mætti vinnu aftur. Já, ég tók sjálfur þetta viðtal og mér fannst þetta strax skrítið. Viðgerðamaður að gera við glerið í Perlunni, samt kannaðist ég eitthvað við hann. Þannig ég ræddi málið við kollegun á fréttastofunni og þar hafði fólk lært af reynslunni. Þetta er leikari, ekki birta þetta. Þannig að okkur brá sannarlega þegar við sáum þetta á RÚV síðasta miðvikudag. Svo erum við með valsara hérna, hvernig er stemningin í valsmönnum? Það er alltaf æðilegt bara að sjá alla valsara hérna og það er allir að bíða eftir því að fá bara annan málminni á Hlíðarenda.
æðislegt að fá fleiri málma í Hlíðarenda og fá að fylla hérna veggina í andirinu. Við viljum fá meira á vegginn. Valsmenn hafa oft verið gagnrýndir fyrir að mæta ekki á völlinn en þeir eru svo sannarlega að mæta á völlinn. Já, við sáum síðasta leik að Valsararnir höfðu yfirhöndina í öðrum leik og Tindastóll með unnu leikinn með ótrúlega hætti, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer allt sem er í kvöld. Erfitt að horfa á þetta. Sorglegt. Fréttamaðurinn er grunnlaus. Hákon veður uppi og segir bara eitthvað rugl. Og ég verð að segja að það er svolítið leitt að sjá RÚV svoleiðis falla kylliflatt fyrir þessum bröðum en eins gott að Stöð 2 sér allavega í gegnum þetta. Þetta er auðvitað umhugsunarefni fyrir RÚV. Ætti þetta að hafa afleiðingar, ég skal ekki segja. Taka þetta af auglýsingamarkaði, bjóða út almannavarnahlutverkið, leggja þetta niður. Þetta eru áleitnar spurningar sem við skiljum ykkur eftir með hérna í dag. En við ætlum ekki að hafa þetta lengra að sinni. Guð bless ykkur. Já, Hákon, hvernig fannst þér þessi fyrirháleikur spilast? Já, það er auðvitað spenna í þessu öllu saman. Við sjáum það ennþá núna, það er mikið spenna í þessu leik og ég held að fólk hafi mikið gert ráð fyrir að það væri spenna í þessu leik. Við sjáum það eru mjög fáir á vellinum, það eru margir sem höndlur einleik að mæta á leikinn sko. Og ég veit að bollinn er á Kana, hann er þarna úti og hann meika ekki sjálfur mæta á leikinn þannig að hann ákvað að halda pubquiz þarna á parnum í grendina og það var margir íslendingar sem höndluðu ekki að mæta á leikinn og mættu bara þangað. Og við sjáum það er meistararnir í gangi líka þannig að það er ágætt svona dægrisnýtting að fara á barinn og horfa meistararnir og taka það í pökku sem að meikar ekki að horfa á handboltaleikin þegar spennan eins mikil og raunberi vitni, það er bara svoleiðis. En svo byrjaði maður auðvitað svona leiða auguna auglýsingaskiltunum þegar það er enginn í stúkunni þegar þó að spennan sé mikil en það er líka því það er erfitt að horfa á leiki þegar spennan eins og hún er. Og mér var svolítið gaman að þeir voru að auglýsa Risk sem er spil sem ég hef nú ekki spilað lengi sko. En alveg frábært spil og það er gaman að myndur og það er gaman að stæði áfram í Ísland og Risk sko. Þetta er svona spil sem að sameina þjóðinu í langa tíma. Það er gaman að sjá áfram í Ísland og Risk svona sameiningatákn líka ákveðir sko. Hákon, það er undarlegur hópur sem er að leiða Ísland í markaskori hér í þessu leik. Það er engin annan en Hafnfirðingur Aron Pálmason sem er leiðir af 4 mörk. Huggulegasti maður í Íslandi, ég segi það og skrifa sko. Það er alveg sama hvar þú styrir, hvort þú hvaða hlið hann sýnir af sér, það er alltaf huggulegur. Það er sama hvort þú aftan á hann eða framan á hann. Og frá hlið meiri segir hann meiri huggulegastur sko. Þetta er það sem ég finnst. En hérna, hvað þurfa strákarnir að gera í seinni hálfleik til að klára Egyptana? Þeir þurfa bara að halda fram að vera stimular okkur sem erum að horfa á leikinn. Við erum óbúslega stimular, við veitum það sem við setjum inn í svo áfram að horfa hérna á bak við ykkur og fylgjast með ykkur þegar það standur óbúslega vel. Og maður er búinn að horfa á allast að hætti og ykkur strákarnir standi ykkur alveg svo hetjum sko. Við erum algjörlega stimular, bæði að horfa á ykkur og að horfa á leikinn. Og þið og strákarnir okkar þurfa að halda okkur stimular við áfram. Og ég vona bara að þetta haldi áfram að þann hátt sem við erum rétt svo með yfirhöndina. Svo þess að við ættum bara að klára þetta heldur áfram eins og þetta er. En getum við klárað þetta mótið? Það veit ég ekki, ég segi mína væntingar eru bara undan úrslit ef við komumst ángað þá er ég helvítis áttur. Þannig að ég meina, ég held að þessi ágætis kröfur að gera og mennina okkar allt auka í bónus en ef við komumst í undan úrslit þá er einhvern veginn allt að gerast. Það er bara eitt leikur frá undan úrslit og eitt leikur og því er bara gullverðlaun svo þess að við vonum bara að við komumst í undan úrslit og látum það bara gjört vilja. Og þú eru vantanlega mættur í stúkuna þá í undan úrslitinni ef ég þekki þið rétt? Jú, ég tek ekki annað í málun að mæta bara beint í stúkuna sko. Það er þetta gaman að hugsa sér að fara til Króatíu, það eru huggulega konur og fleira. Svo ég hugsi í tækinu bara beinast af flugið þangað leið og með farsenni tryggður. Sækrið? Er það ekki strákar mínir? Jú, það er svo. Hvernig finnst þið naflinn? Svona, við horfum á hann hérna. Þið vorum að tala huggulega menn. Sko, naflinn er ekki huggulegast af það sem ég sé, en hann er huggulegur sinna einn átt og það er þessi ég kann svo mikið að meðla, sko. Ég finnst þú huggulegur, sko. Bara svo vitið það. Þú þarf að heyra það frá mér, sko. Já, ég er ánægður með það. Það var ekki máli, vinur minn. Og ég bara þakka kærlega fyrir því standið ykkur hetjur. Og við bara segjum áfram Ísland og göngum inn að setja áleik eins og við aldrei gengi áður, er það ekki rétt með strákar? Gerum okkar besta. Göngum í takt, ekki spurning. Ég þakka ykkur fyrir. Takk, vel gert. Takk fyrir. Já, þetta er við hæfi að þetta lag komið núna. Því líka innkoma. Hvað stendur á húinni? Hvað stendur á húinni, Hákon?
Hvað stendur á húinni? Kom spurning á chatinu. Vixen, það stendur Vixen. Vixen. Vixen, býtu, það nú eitthvað. Það Vixari. Jæja, herru, þetta hnall bókað hér. Það eru Aron, Viggo, Orri og Janus sem hljóma nú eins og Kasper, Jesper og Jónatan fyrir þá sem ekki þekkja. Aron með 4 mörk, 75% nýtingu. Já, nú veit ég einhvers stað kannast við Vixen og við stutta Google leita. Þá tengdi ég við það, en hvaðan ég kannast við þetta? Fólk getur bara að googla það. Býtuðu okkur þið öðruvísi stúdíó. Þeir eru allir eitthvað sveittir hérna, hvað Já, kannski. Vixen, já, er þetta klámari? Já, þetta er klámari. Djöfullinn drengið maður. Þeir eru konið í derúi framlýsluna, það gaman að sjá. Þetta eins og hérna, ég var einu sinni með pubquiz og þá var ég með svona hljóðbút. Þarna, Pornhub þýmið þarna. Og að sjá svona 30 gaura einhvern veginn. Hafið enga sjálfsvirkni? Nei, heyra, þú sér það kannast allir við þetta, bara þekkja allir hljóðið en náðu ekki að tengja við, skilur þetta. Svo aldrei hefði þetta. Nei, ég var aldrei, ég kannast ekki við þetta. Nei. Ég kannast við þetta, en það er eitthvað að horfa á þetta heima. Horfa á þetta heima. Herru, það er rosalega. 47% markvislu. Gísli, Vítur Gísli í áli. Það er rosalega. En Björgvin ekki með neitt sem alltaf skömm. Það mjög lélegt. Mér veist þetta geðveitt hérna að vera líkjunum með Robert Kennedy hérna. Lofstefnum. Já, hann sannilega nettan Robert Kennedy, það er rétt. Það er varnarleikur, já. Tölulega stopp, já, þú veist, við erum bara, þetta er bara flott. Já, ég meina, þú veist, menn eru ofta eitthvað að elda fríkort. Skiptir ekki máli að við skora bara 9 mörk, sko. Já, og líka bara, þeir eru að tapa fullt af boltum og við erum að neyða þá í tæknivél og svona, sko. En þeir eru að fá hárblásarann frá einum sveitasta þjálfara Zagreb þessar mundir. Ætlar að sé svona. Hann er bara búin að dýfa höndunum á sér í sína einn svita og er bara einhvern veginn að labba salin svona, sko. Ég er rosalega ánægður að vera í póliester, við getum alveg orðað það þannig. Er það svoleiðis? Já, bómullin er ekki. Lyftu, má ég sjá. Það er hítið að sérstaklega. Maður sér að, já, það er blettur, sko. Þetta er bara eins og einhverja held kaffi í handakreikuna, sko. Herri, sjáu ykkur á skjánum. Já, DNA maður á skjánum. Já, strákar mínir, svona er að vera eitt ásælasta leikskáld þjóðarinnar. Menn sækja selin í hvert einasta póstnúmer á landinu. Það er Hamraborgin nú. Ert þú original svona kultúrbarn okkar Íslendinga? Já, kannski, sko. Því að Arnar Sveinn Geirsson, það er oft talað um að hann sé núna kultúrbarn þó að þú veist, þó hann sé sonur Geirs Sveinssonar, það var náttúrulega Arnar Jónsson avans og... Ég veit að sú fjölskylda er öll með löglegt claim, sko. Já. En mín fjölskylda svo sem líka, sko. Ég tjá mér nokkið það. Gaman að þau hafa fundið nýjan talsmann KFC líka. Gaman að sjá það svona í beinni hérna. Já. Það var ekki langt að leita. Hvað heldur ykkur feitur gaurar? Queen Nadia. Fóru úr hérna Colin Sanders bara yfir bara í erfingja. Bara KFC erfingja. Guys, ég ætla nú bara að segja ykkur eitt og ég einhvern veginn hélt ég væri bara að fara inn í nýtt tímabil, sko, þegar ég heyrði bara í útvarpinu bara eitthvað, hún vill fá KFC fötuna jólin. Gerðið þú þetta ekki pro bono eða? Jú, ég gerði þetta fyrir leikinn, sko. Já, bara einnig. Herru, þessi gaurar samt nokkra fötur. Hann er búinn að lyfta stofættinum hann. Það eru sniður hjá Víkuverk. Já, þetta slæðir alltaf í gegn. Já, en það seljast 100 vagnar eftir hvert leik. Já, þeir eru með net, sko. Hvernig var þetta ekki Siggi Sigurjóns? Ragnar Reykjós. Nei, já. Hvað heldur að það mælist í hagtölum, sko, þegar Ragnar Reykjós er í sjónvarpinu að auglýsa eitthvað. Ég nenni ekki að hlusta á þetta, sko. Kóngurinn. Heldur að þetta selja eitthvað? Ekki neitt, sko. Ef þetta væri Kristján Leiti Ólafsson og drekkan að Diet Coke, það væri allir vitlausir, sko. Já, ég er reyndar tengi smá við þessa auglýsingu því ég hef hort á ótrúlega margar leiki bælt. Hvað er það? Þú veist, við erum eitthvað einn með eitthvað síma, þú veist, kannski eitthvað að gigga, eitthvað starf, við erum eitthvað... Er þetta að byrja? Þetta er að byrja. Snorri klóraði sér í punktnum hana og það var sýnt. Sjáu þið, árvöxtin á pastornum maður. Getum við aðeins áður við hérna fáum blöðaran, fáum við
Blöðarinn hérna, hann var auðvitað búinn að lenda þessu Aron-betti. Já, heyrðu, Blöðarinn, já. Það er hérna, já. Herðu, hann sá þetta fyrir. Það er góð spurning á chatinu núna. En hversu mikill kóngur er Auðun Blöndal? Skalanum 1 upp í 10, ég ætla að segja 10. Já, ég ætla bara saga síðan í dag. Í dag? Þá er ég að tala við sameiginlegan vin okkar og mætir Auðun Blöndal og þeir fara að spjalla og hann spyr hann, blessaður Eddi, ertu laus hérna fyrsta des? Fyrsta des? Ég bókar að 3 gig fyrsta des. Það er 22. janúar sko. Tekstu þetta bara live? Og 2. janúar. Og Blöðarinn er bókaður á 3 gig. Já, þið er búin að grænda bara alltaf árið. Þetta er rosalegt. Við sem erum í milsnunni, við respektum þetta ekki neitt. Þú kippti þér ekkert upp við þetta, ég sá það á þér. Ég er bara öðunsjókur sko. Þetta fór í taugarnar og dýrna. Já, taugarnar. Þetta þarf að greina þetta. Ég ætla ekki að klósa þetta með að við erum í early win síðan sinna sko. Herri, ok, það er Hvað þurfum við? Við þurfum að verja og skora? Já, já. Nei, doppul! Akkur er ekki í frákastinu alla maður? Það var enginn þarna. Run. Í mér! Nei! Agnar Smári! Ég meina, come on! Ímir er búinn að fá færi, trekk í trekk, búinn að fá 3 færi. Þetta er valsmafían. Og búinn að, klúðra þeim öllum. Jesus, man. Ég get svo svarið að Ímir Örn Gísla, var hann í þessu? Hann tók hennan. Hæ? Hann fann kontaktinn. Já, en þó finnir kontaktinn, skjótt alveg. Það var í slanna, sko, þetta er... Ef einhver gæi á ekki að vera í þessu... Þeir eru búin að setja inn besta markvörð í heimi, leinivopnið, The Kraken. Viggo! Ég þarf 1 í viðbót. Hann sá þetta aldrei koma. 1 í viðbót frá Viggo. Já. Hvað var það? 5,5. Já, strákar, getum við einbytt okkar þessi skiptimáli að vera saman, rekin og stolt þjóð? Nei, það gerum við ekki. Á heimsmeistaramótinu, sjáðu þið Snorra. Þarna er valsmafían alveg að störfum, sko. Var Snorri að bóra í nefið þarna? Nei, hann var að klípa nefið á Fór sér hann að þefa síðan að því? Tók hann pungin og var að þefa? Nei, ég hlusti ekki á svona. Hann gerði alltaf Jóki Löf. Já, ég veit það. Landslistjálfarinn, hann var alltaf fyrir raskatinn á sér að þefa. Snorri var að gera það, ég sverða. En er hann að trolla okkur? Í ángrís. Það er í gang? Já. Við erum að spila á þannig level hérna. Ímir á líka ekkert að vera í þessum bara í hérna á 6 metra færi. Ok, en hvenar ætlaði þér að setja The Real Kraken, Leonif, inn á? Ég enda tómur ef hann kemur ekki inn á. Nei, ef hann kemur ekki inn á þá færðu refund. Það er svoleiðis? Já, hann þarf að snerta parkettið. Þetta getur verið 2 mínútur. King Epic, man. Nei, er það? Já, hérna... Ponsað að dæma þetta? Dóri, hvort myndirðu hérna Orra eða Gísla? Hvort myndirðu? Þetta er svona sexual... Í koss? Já, bara hvað sem þú vilt. Nei, í myndin sem ég var að sína þér á. Í Gísla. Já. Þú veist, bara Orri er eitthvað of líkur mér á þessari mynd einhvern veginn. Hann er bara svona, þú veist, hann er svona hringlaga mafía eins og ég, sko. Já. Hringlaga mafía? Já, hinn var svona ekki chiseled, sko. Hann verður þetta, drengir, seti Björgvin Pál inn á þetta með þetta. Early winning! Hvað þurfum við? Eru hagtölur að fara að hreyfast hér, drengir? Ok, það setja mér í stellingar. Sjáu hvað Bjöggi og strákarnir allir eru ánægði með þetta. Óðinn, þeir eru ekki vanlega Sjáu tilfinningarnir hjá Snorra Steini. Hann veit af örljúin. Menn tala eitthvað túrisma. Við erum að segja evrur inn til landsins, sko. En Bjarki kærði stílista sinn fyrir þetta klippingaráleikingar, eða ekki? Nei, hann ætlar að falla á sér degi sverði í þessu klippingu. Já, Óskar Klipptan. Óskar Hrafstad. Ey, strákar. Þetta er svo lélegt skot. Það er eins og að sé eitthvað áður mjög öxlinni, sko. Það er náttúrulega búið að... Þetta er svo laust. Það er búið að opna hann tvísvar. Eða ekki? En þessi maður er að koma sér í stöðu, sko. Pælið í... Hann er ekki bara fengið klippinguna þarna. Hann er búin að koma það niður á 6 metra. Inn á með steina. Við erum... Örli og Ímir saman tíma. Ertu ekki að grínast í mig? Ertu ekki að... Það er að líða yfir þetta. Ímir Gíslason. Jæja. Áskuldaði. Hann var að spara þetta fyrir Öllifinn. Herru, ég var svona... Ég það stuðning. Ég var svona frá því að það bara liði yfir mig, sko. Ég það stuðning. Vá. Hestarnir eru lausir. Ímir og Öllifinn. Hestarnir eru lausir.
Það flaska helgina Stolt Reykjavíkur skora mörkin og vinnum alla leiki koma Valur stolt Reykjavíkur Þetta sungið fyrir mannfélagina Það verður að kissa hringin hérna Það verður að kissa hringin Bitu, datt Örlífinn líka? Örlífinni datt líka Á þessi sama markinu Ég var ekki áttum á þessu sko Það flaska helgina Það flaska helgina Ég tilheyri svo ekki menningarlega sama mengi á þig að það bilað sko Það flaska strákar Nei, þetta alltaf mörg skref hérna líka Búli, þessi datt þessu út, erum við búin að sína bettin á skjánum eða? Shit Ég sé eftir að ekki fara í Örlífinni núna maður Ég vildi fara í Seigavinni Sófi, ég þarf Þetta svo nýtt fyrir mér þetta Örlífinn Sófi, ég þarf einhvern vökva mér alveg Herra, þessi mynd, ég vil meina að hún kom okkur á ekki Hún kemur okkur á rétt að stað Þeir að hagnast á brotinu hérna Já, mér líði nákvæmlega svo gaurin í rauðupeysu núna Herru, ok, það sem að gerast núna íslenska liðið sjáu þið Á hverju fær hann ekki Þetta er ekki bara mark Já, þú veist, eiga þeir að hagnast á brotinu og hvað Núna þetta allt í þannig að Dóri einn sem áhuga á leiknum Það var ekki Örlífinn Já, strákar, ég vissi að það er búið að sprengja blöðurna Við getum bettina Dóra upp á skjá Já, wow Örlífinni maður Við erum með Steina saman Hljópum að vera saman í tíma Elskan eftir til að handlanga Já, takk þetta bara Mósendingur ásins Hann er þungur á Já, segja Spátn er að vinna Noreg Nei, hvað það var lélegt En geðvægt sant Spátn er að vinna Noreg Spátn er að vinna Noreg, þannig að ég er með séði líka Þetta er Noreg fóð með 0 stig í milli Herru, það er eitthvað að klikka Herru, ok, það er Örlífinn, ok, nú þurfum við aðeins að núlstilla núna Já, nennið að núlstilla ykkur Óvilla krákur, allir hérna Það er búið að vera svo gaman hérna hjá okkur Ég þarf eitt í Viggó Eitt frá Viggó og þá er ég búinn að lenda 3 Viggó er að fara að klára hennar leik þannig að hann er alltaf Hvað segir þið? Feyenoord 1, Bayern 0 Já Og Kili Rodri Sá seðill er ekki verið þetta Rodrigo, já, við skulum bara bíða rólegir En núna einhvern veginn Nei Já! Þetta grínast í mér Aron Pálmarsson Mikilvægi sóknarfrákasta Og það döglast á þessu alla leikin Já, sérðu, þeir eru glaðir Hann er glaður, þetta var frábært mark Ef hann er glaður, eru allir glaðir Fálkór og Gæjan Þetta er uppbóltið mitt Þetta er eins og í yngri flokkunum Þegar það er dæmt hot, fagnar bæði lið Þannig að það er uppbóltið mitt Pælið að Aron Pálmarsson og ekki Fálkór held ég alveg örgulega Það á að setja 4-5 harðar orður á hann Já, pældi því að Þórir Hergjesson á Fálkórun ekki Aron Pálmarsson Eigum við ekki að leifa mönnum líka að retæra áður þeir fá orðuna Nei, Silfurliði fekk bara hérna í heilsinni Þeir voru samt allir 40 sko Herru, það er búið að fletja Nei, alveg, það var rílfullari lið sko King Siggi Dan, hann er á Örlífinn Sjálfsögðu, markmaðurinn Geðu King Siggi Dan, hann er á Örlífinn, það er ekki að spyrja því Örlífinn, því lík bara Þetta er tröllir í það Já, pældi hvað er búið að veita mikla gleði In-game gleði að vera í Örlífinn Nákvæmlega Allir með Sérðu, Óskar Bjarni, ég er víst spenntur það er svo mikið eftir þessu leik sko Já, nú getur Dóri bara verið með solo Já, byrju, á að leifa þeim bara að eiga þeir að fá tækifæri þangað til þeir skora eða Þetta er flott völd, Dóri, við tökum þetta Herðu, Óli, það er spurning þegar frá Villa Steve 2 sekundur eftir á klukkunni hvort treystir þú að endurskoðandan Gethekka Einar Örn Sigurjónsson eða Halldór Guðjónsson með síðahári til þess að sigla þessu heim Ég tek Dóra, hann slána sér upp á 12 metrum Nei, drengir Ég myndi alltaf treysta endurskoðandunum fyrir þessu Ok, nú þarf að setja ljónið inn á grimma ljónið, vonda ljónið Já, Neila sendinga.is, kerðu, drengu Ok. Það var eitthvað svona, mér var svona eitthvað sóplikt af þessu, ég var svona stressaður. Það var sóplikt. Mástu þegar ég kom að þér, Dóros, að það var í málmari? Ég veit það kostaði mér næstu í hjónabandi, sko. Ég hef fengið ponsun á mig inn á veitingastað alveg bara með bara að gera seðla. Konan með honum bara. Það var svo mikið málmlykt. Henni var ekki skemmt. Nei, þetta var 2023, þegar yfirprjónið var sem mest. En Óli, ef við dreifmaðist niður tölfræðan, Óli, við sjáum að Egyptar eru með 8 tappa með 4 og við erum í rauninni með 32 mínútur sem er tölvert minna en við vorum með í síðasta leik.
Erum við ekki að sjá framföru þarna frá hvernig við erum búin að vera í mótinu? Nú jinxar þetta, en jú, við erum að mæta þeim framar, þannig að við erum ekki að fá okkur, þú veist, vídeo 2, við erum að ná bara, þú veist, að ná að toucha þá og svo sleppum við og þá er það ennþá á 10 metrum. Kannski búið með dribbli, búin að taka upp boltan, þannig að mikið framfyrir því, þú veist, við erum ekki að fá þess að 2 mínútur alveg. Menn er að láta hann leka Elvar hendi þennan, hann vil að menn talið saman. Var hann ekki að segja að þú talar mikið aumingiðin við eitthvað gaurana? Ég tók því þannig, sorry, en ég fann náttúrulega ekki sóblíktin á hann, sko. Nei. Sóblíkt? Ég veit ekki hvort það sé nóg mikið Eina sóblíktin sem hefur fundist á Íslandi var í Krikanum 2012. Býtu nú við. Þegar HK var Íslandsmeistar og sópaði Hafnarfirðinum eins og hann lagði sig. 3-0 Haukar, 3-0 FH. Veitu hvað, sorry, ég ekki... Varst þú í FH þarna? Já. Ógeðslegt. Hann er bara út af boltinn og þið megið ekki vera að gefa á milli þegar boltinn er út af, ok? Nú þurfum að setja Óðinn Þór Ríkarsson inn á. Óli, hvernig var að fá einhvern veginn Björn Ingi, markmaður, hann eftir unn okkur í 3. leiknum, hann hljóp hann á endalínuna að einhverjum koppa kúst sem var á kústinum, reif á hann á kústinn, hljóf fyrir framan bekkinn okkar og bólnaði gólfið. Það er þetta fáránlega mikið góð otta. Já, góði dottinn! Var það ekki komið eða? Nei, það er 6, ég á 5,5. Hvað var þetta maður? Físu, hann er að fara að setja hann inn og hann er 5 mörgum yfir, okkur gerir hann inn á með steina. Dóri, tjekka þetta, tjekka hann að risting hérna. Bikko, 5-5 over dottið. Hvernig flösku getur þú kiptið núna? Ég bætti, já, hvernig, núna getur við bara að fara að velja á matselinu. Við erum með hann, leifið okkur bara að halda honum, skref, alls konar lesen. Inn og með steina. En eitthvað svona, þú veist, þið eru ekki séð svona kampænsflösku sem eru svona stóra. Jú, svona gilda. Já, er það ekki eitthvað koncept þú getur Ég tók svolítið þegar Boston Celtics var hérna. Hún kostar sem meir en 200 € svo vann, sko. Já, og svo aðra 200 og síðan er ég mér aðra 200 og síðan þessi er alveg farið. Lilli farið yfir í restinni. Þú voru að mínus það sem þú settir inn, sko. Þeir eru að fara í skjáinn. Ekki skemma þetta með starffræði. Við þurfum ekki rautt spjald núna, sko. Það hólka meira. Nei, guð minn góður. Nei, þetta er dós. Þetta er ekki rautt. Er það að skoða þetta? Þannig að Ellir er alltaf fljótur í burtu þarna, sko. Hann er alltaf... I smell something. Aha. Nei, sko, þeir eru náttúrulega rugglaðir ef þau gefa rautt. En það er 20 mínútur eftir. Það er nóg eftir, sko. En það er alltaf að tala afleiðing brots. Já, ég meina hvað. Hversu meiddur er hann? Hvernig er þeir að vita það? Nákvæmlega, hvernig eiga þeir að vita það? Það er leikþátturinn, sérðu. Nei, Ína lendur á fótunum. Lendur ekkert illa. Hvað er að tala? Er búið að dæmi þetta? Nei, hei. Þetta er bara svo þegar RÚV er að fara í auglýsingar. Við vitum alveg að þetta er ekki rauðspjald, tölum eitthvað annað. Hvað er hérna, Óli, förum aftur í 2012. Hvað gerist því? Lappaðis ekki, fórst á HSI hófið þegar þau mættu með sópinn. Ég hef ekki hugmynd það, maður. Það getur vel verið. Í menningi eftir töpunum. Jú, þetta var ömulegt, skilur við. 2 mínútur. Já, þú veist þeirri. Já, RÚV auglýsingar, þetta er búið. En þetta er HK aldrei eftir að vinna annan titil. Jó, herri. Vallega, við erum víst að fara að vinna annan titil. Vá! Já. Er ekki bara handbólt og fótbólt eða? Nei, við erum hérna, leið og við fáum ekki afturhaldingu í fyrstu umferð í bikarnum eins og við erum búin að gera núna síðustu 3 ár. Þá smellur þetta. Ef þú segir eitthvað neikvætt afturhaldingu og snappa. Dóri, varst í stúkunni 2003? Dóri er on edge hérna, sko. Varst í stúkunni 2003 þegar HK vann afturhaldingu í bikarmist. Varst þú að gefa... Þegar slagsmálun, nei, ég var ekki þar. Varst að gefa eða taka við hnefasamlungu? Ég var ekki þar. Hann var að taka við einhverja allt öðru hnefasamlungu. Nú, já, pitsu. Geggjar í gellu. Það er bara pitsu 67 bíðið. Heyri, nennið að hætta að djóka svona mikið. Það er bara svolítið í húfi hérna sem er þjóðastolt. Við erum bara búin að standa okkur vel einu færi. Menn eru að vera að taka mann úr umferðina. Já, þeir eru svona framalega, svona mæta okkur svolítið framalega. Herru, þeir eru búin svona dýr inn á, sáðu það? Það er lökkudýr komið inn á. Það er bara versta fyrir seðilin okkar ef þau fara að spila framalega að þá er Steini ekkert að koma inn á. Nei. Sittur hann ekkert inn á ef þeir farið 3-1, sko. En það er alveg bara betra fyrir seðilin ykkar, hann komið bara ekkert inn og þá er bara gott refund og svo bara go again, sko. Já, hann spila bara ekki. Fattið ekki hvað er að gerast. Þeir eru að spila mjög flókið varnarbreyði sem Herru, við hann! Nei. Segðu okkur með frá vörnum. Sko, Egyptarnir, þeir eru að spila vörn sem brýtur okkur niður. Já, Viggo, þú ert svo klókur. Já, ok, ég myndi bara lappa með þetta hérna. Viggo er kókur. Já, Viggo!
Geggjaður maður. Steini kominn úr treyjunni. Hann kominn úr treyjunni. Herru, ég með tjant. Hann heitir Viggo. Hann frá Seltó. Hann skorar mörg. Hann heitir Viggo. Hann frá Seltó. Og hann fokking kóngurinn. Og forrablótið hérna eitthvað. Hann frá Seltó. Og hann fokking kóngurinn. Enginn að virða það að þetta þjóðaríþróttin í það? Málið er Dóri, þú veist að handbolti bara þekkt fyrir léleg lög sem spiluð ég veit það, en það komið eitthvað rapp núna á svona, það er maður respekta. Já. Herru, getum við fengið að sjá hvað Valur handbolti að segja leikinn á Speak? Ég þarf að vita. Gaupi ekki að live-tweeta. Því að hann the king of the sub. Hann heitir Viggo. Hann frá Seltó. Hann skorar mörg. Strákar, kóngurinn Þorbjörn Jensson löngumættur. Fleiri munu bætast við annað kvöld, þjóðaríþróttin út allt. Þetta ein fjölskylda, sama fólkið, ár eftir ár, stórmót eftir stórmót. Nú krossum við fingur, vonum það besta, njótum. Þetta er svo tala út mínu hjarta að vanda. Ég að heyra Sweet Caroline undir. DJ Ötzi! Sé í stúkunni, sko. DJ Ötzi komin á fónun. Býtu, við mistum af einu marki sem við fengum hindi smettið! Vítakast. Sorry, ég öskraði aðeins á hátta. Það er svo gott að rjóta höfðna með smá söngdúrum minn. Þetta er ennþá bara 4 mörk, sko. Við fáum Stein ekkert inn í 4, sko. Touching me, touching you. Er þetta Neil Diamond? Allir heim í stofu. Nei! Gefið leikinn. Þetta var svona smá mood killer. Þið neldu bara í Neil Diamond. Þið líka neldi í Neil Diamond útgáðuna. Hver þetta, sko? Við viljum Ötzi inn. Hann varðist og þið voruð að hlæja á meðan og hafa gaman. Þetta er bara svo okkur múrari, sko. Hann náttúrulega með lóð í gifsinu sem þýðir að hann stoppar allt. Ég elska að Dóri heldur þetta sé gifs eða þá, sko. Þetta er teip, heldur ég sjáu það ekki. Ég þekki teip eða. Þetta er hægasti segnaðarleikur sögunar. Mér líður eins og þetta verði aldrei búið, sko. Teppi, sérðu, þess að það lauma sér. Teppi, varst þú Hansaplast eða Lugoteip? Maður? Lugo. Lugo. Það er getinn. Það er Lugoteipið, þarna... Nei, ég var Hansaplast, ég er að ljúga þér. Ástæða Hansa? Herru, já. Ég fatt... Hvað sér ég? Wow. Arsenal, nei. Madrid. Hvernig er sitt? Þú er svolítið með Dóra í liði, við erum bara 3, sko. Já, þetta er, nú er maður orðið svolítið... Early win og allt það. Early win. Það eiðilegur þetta. Það var aðlaga að geðheilsu þjóðar. Jesus, maður. Já, það er, af hverju er early win, af hverju bóðu upp á það? Til að verja okkur gegn slæmakaflanum. Þetta er samt, sko, já, voru að byrja að spila Sweet Caroline svona. Janie er komin inn á. Þetta minnir mér svolítið þegar ég fór að horfa á Óðinn þegar hann var með G&G. Þá voru þeir sigri frá því að verða meistarar móti Álaborg. Hvar er boltinn? Voru 2 yfir þegar okkar lítið eftir. Byrjar að spila Stand Up for the Champions. Fáðir 2 bara á síðustu 30 sekúnd gera jafntefli og ottaleikur í Álaborg og verði ekki meistarar. Mér líst ekkert á þetta. Og hann sker okkur úr snörunni! Hann sker okkur úr snörunni! Viggo Kristjánsson! Hæli í þessu gaur. Hestarnir eru lausir. Þessu gaur, hann fagnar aldrei sturglað að það er ekkert fyrir honum. Hann skorar bara mörkin. Já. Hann skorar bara mörkin. Segið það nú. Setið 2-3 orður á þennan búk. Engin töff klipping, engar yfirlýsingar. Herru, hann er komin aftur í treyjuna, maður. Hver? Stein? Jú. Hann er komin aftast á bekkin, maður. Hann er komin aftur í treyjuna, maður. Tjöfis bull. Hann er með Pascal Hens klippinguna. Hún er komin tilbaka. Hún er back. Ég held að, ok, og nýta þetta drengir. Drengi, nýta þetta. Og þetta var eitthvað old school shit, sko. Við erum að sjá Egypts leikli við skorum núna. Nusi. Hann heldur á boltanum, Augumann, hvað ert að gera, dómari?
Það satt einhver eiga leikskapur í gangi að einu megin sko. Já, nú þarf að satt að kvíla. Ég sé þetta áður. Vel gert hjá öllu að halda út af Ég sé þetta takk fyrir. Dómari stýri leiknum, ekki ekiska leyniþjónustan. En nú þarf hann að kvíla 3 sóknir sko. You'll never find the secret to the... Herru, hann kýldi hann! Sástu, hann dauður, hann drap elliða. Það var bara rýtingur. Ippon. Sjáu þið Dr. Dreamy, sjáu þið Örnólf. Já, Dr. Dreamy. Ég er ekki alveg teimið í kringur landsliði. Hérna, Dóri, hann er að lýsa þessu höggi frá honum eins og að lýsa boxsport. Þessi að lýsa box, þetta er, fá að sjá þetta aftur. Nei, þetta er of... Þetta stuða hann. Ég myndi að þetta sé í gangi fyrir fram að núna bara. Er það gaman? The two pharaohs. Þannig eru þeir ekiska leyniþjónustan. Kottum með það, kortir eftir. Maður verður með content, maður. Herru, ok, hér, nei, það er ekkert að gerast, en þú veist, þetta var náttúrulega elli, fekk ekkert fyrir, þú veist, það er allir að hlæja á hann núna, sko. Já. Herru, ok, aggressív núna. Ekki nógu aggressív, sko. Nei, ok, þessi er að... Ég var alveg til að... Ekki með þetta, já, hann er að hika saman tap, drengir. Ég var alveg til að fá þetta ekki niður í 3 mörk. Já. Vörnmaður. Skoraði Sigvaldi. Annars getur drullaður út af... Beint úr Kópavoginum! Sjá þetta slút! Beint úr Digranesinu! Hákáingurinn Sigvaldi Björn Guðjónsson er að salta Egyptana! Hann er að salta bitana hér! Beint úr Suðurlíðunum. Þetta er sjávarsaltið. Hann var líka lendur á hann og losaði sko, en okkur er nákvæmlega saman það hér í... Sjáuð hinn Hákáingin Óðinn, hann er ánægð með þetta. Það er ekki til neitt sem heitir samkeppni í landsliðinu. Það vilja allir bara ná árangri, sérstaklega þeir sem kom úr Kópavoginum. Time out. Og Egypt, kannski. Getum við fengið bongo? Bongo. Þetta er mesta bongo. Dóri bara skoðaði einhverja sportafler. Dóri, þetta er þitt lag. Dóri, ef þú ætlar að komast inn í Valsmafíuna, þá voru að fíla bongo. Valsmafían var að senda mér á sportafler og þá þarf maður að, þeir eru að tjekka hvort ég sé ekki örglega með hugavefnið, sko. Sportafler. Er þetta svona cartel, þetta valsdæmið það? Hvað heldur þið? Þið voruð að kissa hringin hérna í beinti útsendingu þá. Valur, stolt Reykjavíkur. Við ætlum að stoppa þeirra bongoðið búið. Við stoppum bara þeirra bongoðið búið. Þetta er svona never walk alone dæmi. Maður er einhvern veginn, þú veist, veit að Valur fylgir manni, sko. Valur er fyrsta lið sem ég held með, vissir það? Nei, ég vissi það ekki. Nei, nákvæmlega. Hvenær er skip... Þetta voru 40 skref. Ég mætti á bikarúrslit 92 stuðnum sem það vals. Já. Málaður og allt. Herru, já. Komar í F á 93. Og rest is history eins og... Það er kortar eftir, 5 mörgum yfir. Við erum frá Lókisu, inn á með steina. Inn á með steina. Inn á með steinan. Herru, Daniel segir hérna þessi Dóri er ekkert eðlilega leiðilegur og dregur svo fljótt í land og segir dregur þetta tilbaka og biðst afsökunar. Það var að það vissi að þú værir a member of a cartel. Ég er náttúrulega, allt sem ég gerir núna gerir ég fyrir Valsmafíuna, sko. Herriði, ok. En menn vilja hendi í náttúruvíni. Dói! Herriði, henda náttúruvíni þetta dýrmaður. Erum við örfenda línumann? Já, örfenda, það er þetta Jón Bjarni? Talent to waste, sko. Jón Bjarni skólinn. Ég get sagt þér það, Jón Bjarni Ólafsson, hérna, félagi okkar, hann átti nú bara alltaf að vera línumaður. Þó var sér örfendur. Já, hann var satt í skiptun alveg, það var hvað? 16, 17? Já, lengra. Sjáu, hann er með brotinn íslenskur tígur. Hann tekur alltaf skotur stöðum á æfingu. Herru, svona alltaf 1-2 skiptinni. Já! Gísli! Hann er Gísli að skora! Gísli Galdur. Skora sitt fyrsta mark. Þetta gefur hann mikið. PSG 1-0 City. Herru, það lítur ekki vel út fyrir því. Herru, þetta er, hann er með boltan. Hann er með boltan. Og sjáu þið. Aron fyrstur fram. Já, það er sér að klikka raflöfi. Já, það er sér að klikka raflöfi. Það tekur ekki mörgöldur, sko. Herri, lífið er gott. Ég er hamingjusamur og kátur. Er þetta aftur orðið gaman? Þetta er gaman núna og gleði, sjáu þið, hann er hvernig hann er að loppa á hann yfir og?
Dóri, ertu meira á hliðmaður eða fasteignarsali? Ég veit ekkert hvað þetta snýst. Þetta er eitthvað kynlífs innuendo. Já, er þetta eitthvað steindi eitthvað? Nei, ég veit það ekki, sko. Þetta er eitthvað Mosó-þing. Menn eru latir í Mosó, liggja frekar á hliðinni og... Hafið líka sóðið strákar. Þetta er landslið. Sjá svo respekt hérna. Það búið að translatorinn Óli Guðstaf með þetta. Hann er í vassrúmi. Sko, menn er að lesa hugsanir hérna. Hann er í vassrúmi að lesa. Þú þarf bara eitt, þú tekur fyrstu og svo bara... Sko, ekki þú andir að spila með empty goal. Núna sem við, sko, núna ætlum við að make it rain. Þegar að spila með fjóra, það eru 4 gaurar inn á línunni. Já, einmitt. Ok. Dóan og Mar eru hérna, var að skora, 3-5. 3-5, djúðlega eru búin að halda honum niður. Já, heldur betur. King Dóri, maður. Nennið að hætta að lesa spjallið. Nei. Meir komið með fleiri spurningar á Dóra. Alls ekki. Ég er eitthvað, Make it rain. Já, það er ketomandræði. Hvort er naflinn meiri Big Sexy eða Bjössi K.R. maður? Vá! Það var bara að koma með stóri spurningarnar. Björn Kristjáns. Já. Þetta eru tveir mínum góða vinnur, ég segi þetta alltaf Bjössi Kristjáns. Það er hérna, hann er svona silent alpha í þessum vinnahóp, Kristór Eikóks, Big Sexy, Bjössi Kristjáns, þessi Brodís vinnahópur. Það er sko, það fer allt í gegnum Bjössi Kristjáns. Ég er að sjá ekkert nema götarna á vörninu til að smegja sér í hótt. Nei, það var ekki í hóttinu. Það var ekki í hóttinu. Hvar var Sigvar? Æðisleg sending, en ákveðan farin. Við erum bara 6 og 6 sko. Þessi er eitthvað núna halda strákur, halda breytt. Óli, segja okkur hvernig er svona ef maður er í skittunni heldur, tekur no-look sendingunni í hotni og er enginn þetta. Hversu dreikt er það? Það komið svo mikið þvælu sko. Þetta fylgir mönnum út mótið. Já, Dóri, þú ert bara að kemur inn á þetta að markatalan skiptir máli. Það er þá að halda okkur við efnið. Þetta er víti. Jöfnvöldi maður. Þetta veit ég. Væti! En hverjum er það að kenna? Hérna, veist, ertu pirrar út í hotnamann? Svakalegt nefa þessu görðum. Ef ég væri að senda hann á, skilja ég vel að ég örgulega 80% tilfell og væri ekki að senda hann í hotni. Ég væri að fara að skjóta sko. Var í PSG. Sjokker fyrir það. Janus er með góð svipi. Herru, þetta verður varið. Setið Björgvin á, hann vill sleikja hann einu sinni. Ég verður öxlina maður. Björgvin kemur inn í næsta viti. Björgi. Alice, hann er 6 og 7. Erum við ekki að skjóta meira? Þeir eru rosa peppa. Laus yfir öxlana maður. Hefur Dóri tekið íbúfengkúrinn hans Steinda? Það er svakalegu kúr. Það bara borðar ekki neitt og þú farið hérna... Undir trénu kúrin, sko. Hann bara hérna borðaði 1 jógurt og 8 íbúfenn á dag og tók sér 9 kíló og 3 dögum. En af hverju þurfti hann að missa þessi kíló fyrir undir trénu? Það átti að vera atriða sem hann er að stunda kynlíf. Var hann að leika heroinsjúk? Nei, og það átti bara að tekið 6 árum áður. Eitthvað, þú veist, það átti bara að gama. Gísli, heyrðu, hann er bara mætt. Hann er mætt með Gísli, tjekkin inn. Með Gíslabett, eða? Nei, ég er í fyrsta skipti sér ekki með Gíslabett. Hann er bara... Menn eru mættir á boltan og harðir. Sjáuðu orkuna sem við erum að nota í vörnins. Þetta er að djóka. Þetta er rosalegt. En þeir, sko, sumir af þessum görnum fyrir sem hanska. Þessi finta á það tilbaka, þetta er rosalegt, sko. Sjáu þetta. Sjáuðu þetta? Blessvinur. Í máli ég kefti aldrei á mótunum, en meðan á landsinsæðingum, ég reif hann bara niður í gólfið. Hann tók mann einu sinni, maður pirraður. Reif hann niður. Ótrúlega pirrandi hvað hann kemst alltaf fram hjá manni, sko. En Óli, segð okkur hans frá því hérna þegar þú varst tekin í nýjavíkslum landsliðinu. Dóri, hlusta á þetta. Ég var semst bara raskildur eftir fyrsta leikinn. Já, sem þú spilar með landsliðinu. Já, svona unofficial landsliðsvika og ég mætti. Hvenær hérna, hvað ár var þetta? 2010 eitthvað, ég veit ekki. Ég fór til Þýskalands og spilaði eitthvað leik og ég tók 11-una. Já. Og Óli Steff var semst ennþá að spila og var nummer 11. Sem var svona til þess að ég var tekin í nýlega víksluna aftur. Ég var semst tvisvar raskildur og vígður inn í liðið. Út af því að þú tókst 11-una hjá Óla Steff? Það byggur til eitthvað nýja reglu og hérna... Flengdu kvikindið? Það flengdi mig. Já, og var ekki líka 80% af landsliðinu ekki þá eða eitthvað? Já, 80% reglum. Já, gaman eitthvað 80%. Heldur að þú sért eini maður sem er lent í 80% reglunni? En þú slafst við Fúsa samt. Ég slapp við Fúsa. Hókumar Hafgils. Gummi byrjar og Fúsi endar. Hvaða alvöru tröll varst að fá á þig? Fá aftan á þig. Sverre? Já, Sverre, Viki Svavars. Hann er líka harður á hann Viki. Ég heyrði alltaf um Viki Svavarsson að þegar hann mætti á KFC
þá byrja hann alltaf að panta sér einn twister bara til að geta borðað hann meðan hann var að ákveða hvað hann ætlaði að hafa. Færð þú svona innanbúðar KFC hérna sögur? Nei, ég get chillað þessu með Vika Svavars ákveðnum, já, nú komið það sem pabbi minn kallar smjör á lúkunarkaflin. En Gaui... Æ, við erum með þetta! Kristin Bötter. Já, getið. Herru, núna eru menn farnir að reyna að fá grímuvelunin, sko. Herru, ok, bara... Nei, málið þetta bara búið að vera svona leikur allar leikindóri. 4-5 mörk, skilurðu, en við erum að skora á móti. En nú þurfum við hvað? Hún var að hnykkja barnið, sáu það? Ég ætla að giska á þessi er ekki fædd á uppalinn í Egyptalandi, held ég. Getum við fengið myndina var þetta við erum ekki chokehold og restin í skotti? Já, kottum með það, Búlis. Erum við ekki með það? Jú, það var í spjallinu. Ok, það eru 6 mínútur eftir, það eru 5 mörk á milliliðana. Ísland er svo gott sem komið í 8. úrslit ef við vinnum þetta. Dish. Hver er þetta? Getið þið sýnt hvað ég myndi gera við þennan gaur hérna, ef hann myndi mæta mig? Ahmed. Bara sýnda. Búlis er hann að leiðinni. Er að leita. En núna er líka Snorri að hugsa það að hann hefur engan húmor fyrir því menn slækja ekki á að því hann lítur að vera búin að brá menn að marka til að skipti máli. Herru, hérna, láta Fúsa flengja eða láta Ponsson að negli baki á þér, bara allt sem að, þú veist, já, allt sem að ég geti gert við því frekar. Þarna ertu mættur. Að fá Fúsa, sko, sjáu ég. Séru, það er hérna vinstri höndin, það er hálsinn og sjáu ég svo hægri höndina. Þetta er svakalegt. Það er restin í skottið. Þetta er, móti hver með þetta? Þetta er ekki Brasilia? Brasil, þetta er... Þeir voru að reyna að spila ykkur brasilískan bílastæðabolta, það voru taugarnar róla. Þeir töpuðu þessu leik. Það var 2019. Já, millirriðil. Já, Guðminn góður. Ég var gjörsanlega trilltur að horfa á leik, sko. Mjög létt. Takk fyrir það, Óli. Þetta var Walk Down Memory Lane, slæmikarlinn. Þetta var lokaleikurinn. Hvað, okkur er þið byrjuð að byrja svona niður núna? Nei, við vildum sína... Þannig er bláa hafið, drengir mættir. Þekkjum við hvernig það. Það eru skvísur. Og egypska leyniþjónustan. Þessir eru one of their own. Já. Þið veitir hvað ég segi svingsinn. Where is his nose? Nobody knows. Þessi var svaka. Hvað er trommusettið? Feyenoord komið 2-0 á móti Bayern München og er að skemma örugglega þó nokkuð marga seðla. Við erum ekkert hérna, hann breytti ekkert liðinu, þannig að Sigvaldi er að þau í horninu og... Hvað er þetta, í 4 eða 5? Þetta er í 4. Sigvaldi fara á þetta? Drop the ball! Sjálfsögðu! Þegar neyðinni mest, hann mætir hann. Hver verður líka á aðra næsta leik? Ef það er eitthvað finta sem virkar alltaf, þá er það drop the ball fake. Ég var látin geta það að Aron yrði markahæstur hérna í spjalli við fyrir landsliðsmann fyrir leik, sko. Já, ég var látin, hann tók mig í takið hérna. Getur þú uppgreitt hann? Kottum minn upp. Ég er bara nafngreiningu. Hvað meinar þú? Hann setur þetta við liðin á mér, maður. Herru, við verðum nafnið með Super Bowl. Hann sagði þetta væri stóðsendingar. Það verður ekki hérna, ég veit nú ekki með það, en það var önnur spurning líka hvort það var búið að bóka sal fyrir Super Bowlið, að sjálfsögðu, og hérna bara stay tuned. Það verður rosalegt partí. Ali Sænmann. Hann heldur að þeim á floti. Sagði ykkur að þetta væri þeirra besti leikmaður. Já, enda númer 90. Þetta er samt bara gauð sem við spila bara alltaf í heimalandinu og einhvers staðar hérna í... Er þetta þeirra Bjarki Sigur? Já, Ásbjörn Friðriks. Hann tók eitt ár í Barcelona og svo no more, sko. Ok, ég þarf að sjá íslenskt mark þarna, alvöru mark, sko. Hvað er Nína? Það er í hérna það sem Punk var, bara í portunu hérna hjá Húra Reykjavík. Já. Þetta er bara hérna heitasti vínbarinn í dag. Er það gamli Exodus eða? Nei, þetta er fyrir aftan þar. Herru. Það sem Exodus er, þetta er svona við það. Punkarinn, þetta er ekki það sem Punk var. Jú, ég var mikið Exodus maður. Þessi gauð. Mínum yngri árum. Þetta er prófið maður, við veitum hvað það er þetta er maður. Þú er svona real man. Þetta er fullvaxta. Það er maður, það er lykt á honum, skilju. Lykt að testa. Í dag er ég maður og morgun er ég kona. Það er svona sem ég get henni svolítið að lendi í núna. Þessi annað, þetta er maður, sko. Nú var skal meia morgni. Ok, strákar, ég get ekki séð. Við þurfum mark núna, þá líður okkur mun betur. Strákar. Hann þarf að fara inn. Flautar af. Hann var inn. Nei! Þetta er búið. Við náðum þess að fínu skoti á markið. Við náðum að snúa. Það er alltaf læg. Bara ekki... Hvað núna? Af hverju flautar hann á þetta?
Af hverju færa það? Dóri, það rosalega mikið verið að tala og þú sér ekki að gefa chattinu nógu mikið gaum, það verið að dæla þig. Ég get ekki prumpað fyrir ykkur. Ég var að taka nokkra, Dóri með 2 dóttur með sér? Ég bara búin að heyra svo oft frá Gilsarannum að Dóri sé alltaf prumpaði. Ég bara búin að finna prumpilegt svona 1-2 í kvöld. Ég hef ekki prumpað neitt sem kominga, sko. Ég hef ekkert sagt, sko. Þú er ekki 3 tíma. Ég bara lefti að slæta. Læti slæta. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er gott. Já, ekki á þetta! Það er ekki á þetta! Hörru, ég ætla að segja fyrir leik. It's a line! Ég ætla að segja fyrir leik. Var ekki hægt að fá stuðul á Barbasinski? Já, nákvæmlega. Var þetta Barbi eða? Þetta var Barbi. Er það ekki performance enhancing að vera með 5 teipaða putta? Þetta var bullandi Barbi. Það er mjög hamlandi. Helmikið stærri hönd. Hann er búin að mastera þetta. Hann er bara með 5 banana á höndinni, sko. Djöfull, við erum að fara á undanúrsliðnafni. Mér sýnst það. Já, ég er svolítið svona, ég er búinn að vera svolítið að stilla þetta í hóf. Ég myndi svo... Ég er að verða spenntur. Og er eiginlega farin að trúa. Nei, hvað var þetta? Og í þeim orðum... Sorry, ég skildi segja þetta. Já, Teddy, þú ert með sko serious amount of jinx hérna hjá. Ekkert á þetta. Þeir eru gjörsamlega ráðalausir. Þetta eru 2 rísa ákvarðanir hjá dómarunum. Leifis að slæta. Hárrétta. Já, en við verðum að sjá marknuna. Þetta er alveg dómar. Þeir standa í hárinu við egypsku leyniþjónustuna sem er búin að afla upplýsinga alla sem það þekkir. Dóri, ert þú the real skerjafæraskald? Nei, það er Kristján Hreinsson. En the real, ok, já, ég er the real. Ok, hvað er mikið eftir þessum leik í rauntíma? Það er 2,5. Já! Þetta grínast, Aron! Big A-Ron! Hvernig hólkaði ég ekki á run? Þetta er ástæðan af hverju ungverska lið Vestbrem er að dömpa 100 milljónum í mann á þessum aldri. Það er bara þannig. Það er svoleiðis. Samkvæmt viðskiptablaðinu. Jú vildir ánægður að hafa sendt hann til Ungverjalands. Shit, maður, ekki ég. Nei. Þið takk ekki titilinn í ár. Herri, ok, hvað Það er eitthvað sem segir mér að Hákaugarnir komið bakdýrum inn í 8. sætið og geti mætt að FH í fyrstu umferð. Það er nokkulega enga líkur á því nafnum minn. Það er svona sviðismynd sem ég er að teikna. Herru. Er það skref, dómari? Þetta er bara skref. Þetta er bara skref. Á vídeo þetta? Vítei. Er það 8 Kairó? 8 Kairó. Herru, nú væri vænlegt að setja Þorstein Leo inn á bara fyrir mig, skilju. Leo Reynis. Og ég færlega money back. Er það komið 8 Kairó? Það eru nokkri með 8. Ok. Eru við búin að spila 8 sem Kairó eða er þetta með þeim eða? Þetta er hjá okkur, held ég. Þetta er við bara. Herru, hérna... Herru, sjáu þið hver er kominn. Gamli grái. Er naflinn að herma eftir greiðslunni á Peter Beggs? Herru, sjáu þið að fara að sjá. Það er bara sleikjan eða? Það verður sleik. Sleikur! Nei. Það hefur eitthvað að Bjöggi þetta ekki hennan. Það lóka allt niðri. Á að fengi nýja pistil. Það er eitthvað svona, Dóri, þú sem hérna listamæður, þetta ekki búin að sakna að Bjöggi er ekki búin að mæta með neitt pistil svona á mótinu. Hann er game-faced. En núna hefur hann svona minna að gera þegar Viktor Gísli er svolítið að taka mínúndunur. Já, en það er von á pistli eitthvað sem mun kenna þessari þjóð eitthvað, sko. Já, hann lúrir á einum löngum. Herru, Gísli! Jöfnveld maður. Sjáu, hann er búin að skjóta besta markmann í heimi í gang. En við erum að klára þetta. Er Ali komin inn á það? Herru, það er eitthvað panik þetta. Það er ekkert að gera þetta. Bara gleymið þessu. Nei, og stíga og verja þetta bara. Vá, þetta var eitthvað alveg súðalegt slút. Það er samt alveg að býða það 1 mínútu eftir til þess að vera öruggum með þetta. Já, manni líður ekki vel. Hvernig endaði þetta hérna muni á móti Austurríki 2010? Við viljum ekki rifja. Akkur ertu alltaf að rifja upp svona erfiðar sögur í beinni? Noregur er að vinna hérna Spán. Það er að tapa spetti á mér. Já, það er ekki fyrst skipti í dag. Var það stórið sig? Ok, ekki byrja að róa núna. Og inn á með Steina. Steina. 1 mark. Koma svo. 1 mark. Fáum við í 4 marka sigur. Þetta er engli. Málið er samt bara hvenær ætlar hann að spila á mótinu? Steina, Hauki. Skilur við lifum ekki á sama liðinu allt mótið, sko. Nei. Við þurfum að, sko, við fáum hann að halda þessu mönnu við efnið. Við fáum hann að Herru, hann er komin í höndulið, sko. Steini komin úr. Steini er að fara að ná í hamarinn núna í síðustu sókninni. Er Hammer? Já, það er Hammer time. Ok, Hammer time. Fumble, aftur á hann.
Herru, Hvernig gerist það? Erum við ekki strákar, ef við vinnum Argentínu á sundaginn þá heldur við sem bara komnir í áttalegaúrslit. Já. Ég held það. Að við höfum innbyrðis á Slóveníu og Egyptaland. Ég er ekki að tala um þá, ég skil ekki. Ef við vinnum Argentínu á sunnudaginn, sem við bara gefum okkur, þá megum við tapa fyrir Króatíu en samt komast í áttalega. En við viljum vinna. Það var að gera fyrir dag, hann hefur gert svo mikið fyrir okkur. Við viljum vinna millirinn. En Króatíu er þetta föstudaginn og Argentínu er síðasta leikurinn. Ég er að segja ef við vinnum leikinn á sunnudaginn, ég er að segja það. Þú veist, að því gefnum við vinnum hann. Þá megum við tapa leiknum á móti Króatíu en samt komast í áttalega. Á sunnudaginn? Nafni, ertu með hérna... Ég skil ekki alveg þetta. Nafni, þetta er alveg rétt við þér, sko. Þú ert að... Steini var inn á maður! Hæ? Við hann er bara að henda honum hana! Við höfum 2 leiki eftir, móti Króatíu á föstudaginn og Argentínu á sunnudaginn. Við gefum okkur að við vinnum leikinn á sunnudaginn af því við eigum alltaf að vinna hann. Ég skil ekki, en það er svo leikur á föstudaginn fyrst. Ég er ekki alveg að skilja forsina. Muhammed Ali, bestur margur í heimi. Eru þið með beikonbúður í haustum á Þú ert alltaf að tala um... Já, ég er að segja að því gefnum við vinnum hann, þá skiptir ekki máli hvernig leikurinn móti Króatíu fer. Það voru komin í áttalega. Segja það, þú greifst alltaf inn í mig. Nei, ég hlusta á þetta svona 4 sinnum. Óli var jafn ringlar og ég. Ég hlusta á þessu svona 4 sinnum. Ég var hvergi nær. Þið eru ekki skörpustu perundar sem ég hef nú kýrst í gegnum tíðina. Vá, þetta var hérna. En þið eru yndislið báðu tveir. Þetta var bara doktor hérna Donahue, hérna HR-gaurinn all over again. Herru, nennið að uppfærs á Dr. Donahue hérna, COVID-sérfræðingi. Hvar var ég? Eitthvað egypska galdra ætla að skora 4 mörk inn, þetta er sókn. Það er hægt. Hvaða statistík var ég og maður með í leiknum? Bara 3. Það er bara svona að vera með stein í skónum allar leikinn. Já, það er ekkert eðla slagur. Gerði ekki neitt. Tókum að sölduðu mann. Já, herru, stráka, maður leiksins, er það ekki AP eða? AP, ekki smurning, sko. Þvílík flottur vörn og sól. Já, Viggo frábær. Viktor Gísli frábær. Slúttum þessu svona og að fyrir hausinn á mig. Já, þvílíkur sigur! Ísland! Heyrðu í lagið? Þú erum að heyri. Það er sko eitthvað sem ber að varast víðalinnist höggormur í hverri paradís. Herru, þetta var illa gott maður. Þetta var allt út af, við fáum mosa út af Steini kom inn á. Þetta er rosalega lína því það leynist höggormur í hverri paradís. Ég segi sannleikann, ég var að skrifa um texta í einhverjum líffræðitíma sem 100 sem ég var í, þú veist, tvítugur að því að fallið svo oft ég var í MH og ég var sko held ég að fara úr vinnunum minni á dagblæðinu bara til að fara innan tíma og ég var að skrifa um texta og það bara sagði þetta, þú veist, Gylfi Guðjónsson í einhverju heimildamind bara en í náttúrunni leynist höggormur í hverri paradís ég var bara þess næs maður og þá var hann bara einhver snákur það mættur og herru það er rosa það er sungið og dralla það er sungið og dralla þetta er Raggi Bö það var Raggi Bö þú þekkir hann þú er bara fyrsti sem kallar á eitthvað út í þú veist alveg hvað Raggi Bö er Hafnarfirði King Raggi Bö shout out geðveikt að hitta einhvern annan. Hvernig eru þið fyrir út á? Herru, við erum að fara á undan og herru, hérna, gera mig greiða, Búlis, getur þú opnað duhop.com fyrir mig? Já, þetta er svo góð. Ég ætla að tjekka flug til Zagreb. Jón Kári fá til að photoshoppa andlita mér á því. D-O-hop, já, hérna. En hver verða undanúrslitin? Zagreb, frá Reykjavík. Þetta er frábært content, Zagreb, það er mér setu, já, og svo bara velja aðra leið þarna uppi. One way ticket. Já, one way ticket, we're never going home. Þetta ekki Eva Margrét, Kristófur Stóttir? Já, nei, svo velja í dagsinn 30. janúar. Kópavogsbúi. Það er 1-1 þetta. Það er of gaman hjá okkur. Dóri, við vorum að vinna leik, cheer up. Já, þá er ekki eðla góð leikur. Nú er byrjað að áhyggjur að króta. Bara einn farti, ég ætla að vera með nafn. Það er ekki fullkominn leikur, en við vinnum. Við vinnum hann leik og við unnum hann á vörn og markvörslu. Og það sem er jákvætt sko, af því að við eigum alltaf að vinna eitthvað í sóknir fyrst mér og við eigum nefnilega einn gaurinni sem er kallaði Ljónir. Við stoppum hann það. Já, þetta ok, stoppum bara eins núna, ég var hérna. Við erum að fara með play til Just to Goal í París og svo beitti sagt við erum mættið þrjú. Það kostar ekki neitt. Nei, kostar ekki neitt. Það er að gefa þetta. En við erum að fara hvert? Hvað er á milli? Menn að bóka þetta. Þetta, þú ert ruglaður. Ég hef alltaf sagt þetta. Með 9 gisk á Kaíró á Twitterleiknum okkar. Á ég að velja það? Bara núna?
Hvað er vinning? Hérna, Leo, þú mátt velja eitthvað. Sófin velur. Getið þið samt mér upp að hérna? Við erum að halda upp í kontentið hérna. Já, þetta er allur úr. Við getum ekki verið að skrolla eitthvað í símanum eins og einhverju trúðar, sko. En þetta, förum aftur inn á þetta dúhoppdæmi. Þetta er ástæð fyrir okkur ég er að segja við svona gaura á mínum aldri að Teddy Ponsa sé rugglegasti vinn minn. Þú ert bara búinn að bóka þetta. Þetta er hérna, þú ert eini endurskoðandinn sem hefur endað dagsverði í Vestmannum á flöskuborðu Átó. Það eru svona hluti sem gera þig að rugglegasta manni sem ég þekki. Þetta er rosalt. Já, ég minna að maður lifi bara eins og í nafli minn, það er bara þannig. Já, það er eldur betur, láttu mig. Þetta hlýrir orðið með frábæra punktin, það er flókið að safna hérna Airbus-vél, bara nei, count me in. Var ekki Björn Ingi í því hérna? Já, var hérna Björn Steinberg. Já, Björn Steinberg. Nei, við skulum ekki fara að appa það eftir. Drónaflugmaðurinn Geði. En sko, við erum að fara náttúrulega til Zagreb og svo þurfum við að koma okkur yfir til Oslo til að komast á úrslitaleikinn og þaðan fyrir við heim. En ertu búinn að skoða einhverja pubba, einhverja bari? Jóhann Frank. Já, hvað er svona, já, vá, ertu bara að setja mig á Íslendingapubin? Er það eini pubin sem er á það? Ég treysti þér ekki á neitt annan pub. Nei, ég er talsmaður Íslendinga í útlöndum bara all the way. Ég meira bara svona að tala svona einhver aðri lokal pubba. Naflinn eftirlitslaus í Zagreb, sko, það er eitthvað sviðsmynd sem ég bara get ekki hugsað til enda. Þú voru að bera ábyrgð á mér að núti. Það er bara þannig. Herðu, hérna strákar, þetta lítur hrikalega vel út, sigur á móti Króatíu á föstudaginn og þá erum við bara svo gott sem búin að vinna þennan riðil, eða bara hreinlega búin að vinna hann. Sem því erum við fáum líklega þá Ungverja í 8 úrsliturum sem er bara, held ég, mjög góð sviðsmynd. En ég held að ég sé að reikna þetta rétt að við erum komnir að því gefnum við vinnum Argentínu, þá erum við bara komnir í 8 úrslitum. Var það á sunnudaginn? Það er sunnudaginn. Ok. En það eru Króatar dagsins sem eru slótt í djöflar. Að vinna Argentínu? Já. Til að vinna riðilinn? Já, til að komast áfram. Við erum ekki bara að tapa leika á þessu móti. Ég er bara að segja what if, maður. Já, en við verðum að vinna riðilinn til að vera lausum frakka, ekki? Já, það er sem ég segja. Gerum það alltaf. En þá fáum við hverja í staðinn? Ungverja. Ég er líka sko, ég ætla að segja eitt við Valsmafíuna, Dóri. Við erum að fara að fokka Degi Sigurðsson upp á föstudaginn og hann er að fara að missa vinnuna. Leo Reynisson hann er samt í Valsmafíun, sko. Já, ég veit það. Og hann verður rekinn á Þeir vita það. Ég veit það, en sko, þá er Valsmafían vinnur samt, sko. Það komið vinnar? Hann er komin á línuna. Vá. Getið fengið upp að hennar? Hvað var það mikið? Árni Snær Ólafsson verður að svara. Hvað er hann að vinna? Hann verður að svara í síman. Já, hann er strauðu annan. Aha. Verður ekki að vera svolítið harðir? Jú, verður maður harðir. Þetta er 1.000 eurur. 1.000 eurur down the drain. Svara í síman. Já. 1.000 eurur down the drain. Herðu, hérna Árni Snær. Hann er off. Það sér þeim í Champions League. Í það 1 mark frá City og 1 frá Kili. Það var hann. Það var hann dottin. Og City. Og Grealish fyrir City. City. Hvað þarftu að bara 1 mark frá City á dættrun? Já, og 1 frá Kili. 1 frá Kili. Hann er sjóðandi heitur. Herru strákar, þetta er að velja annan. Árni Snær Ólafsson og markmaður. Hann vaknar bara þunnur á morgun að mista þessu símdali. Er hann í Stjörnunni eða það? Hvað er að frétta á hann? En er kannski málið að ef Leo Reynis ringir þá eru menn bara hrættir að hann sé fyrir utan og sé bara að fara að brjóta í hann nýjaskila? Já. Það sé eitthvað svoleiðis stemmi. Já, herru strákar, hérna Dóri Kottu, við ætlum að gera bara leikina. Förum aðeins yfir leikinn. Förum aðeins yfir hérna leik. Dóri í spennifættis. Ég er búinn. Óla Gústafsson, þú ert hérna Evrópumeistari, vunni meistaradeildina og eini sem hefur einhverja raunverulega þekkingu á þessu hérna á okkur. Sko, þessi varnarleikur sem við erum að bjóða upp á hérna í þessu móti, við erum að halda slóin honum í 19 mörkum, í Egyptum í 24, þetta eru bara topp 8-10 lið í heiminum. Men er þetta ekki bara kraftaverk, hvernig svona framfæratna sem Snorri er búinn að gera með þetta lið núna á 1 ári? Jú, í rauninni, þetta er bara svona Peking 2.0. Þetta er bara svona Peking-vörnin með skipulagi. Við erum að mæta framalega en þetta er ekki bara hérna Diddi klára sitt og Sverri sópar undir. Við erum að mæta vel, við erum að skila af okkur, ótrúlega flottir í vörninni. Eitt sem að maður bjóst kannski við með Snorraboltan, meiri hraðablöp, meiri hraði. Við höfum ekki verið að fá það, við höfum að skora lítið, en það er kannski bara eitthvað sem á eftir að koma. Já.
En hérna nafli, sko, við erum að keyra rosalega mikið á eins og Viggo Kristjánssoni. Já. Hann er búinn að spila 60 mínútur núna 2 leiki í röð. Sko, einhverju tímapunkti þarf hann að koma Teiti inn í þetta. Þú veist, hann getur ekki keyrt, þú veist, hann áttur að keyra bara í gólfið með þessu áframhaldi. Alveg klárlega, og við höfum bara séð bara eins og hvað Gumma mest gagnrýndur fyrir. Sitt í 2-0. Það er 1 frá Kíli, þá var það dottið líka. Já, það er alltaf þetta. Okay. En eins og við séð bara hvað Gummi hefur mest gagnrýndur fyrir. Hann var mjög íhaldsamur á sína leikmenn. Já. Og einhvern veginn, maður hélt að Snorri yrði það ekki og sáum við þetta bara í fyrra. En er hann? Hann er búinn að... Nei, ég myndi ekki segja hann var íhaldsamur. Teitur er bara búinn að vera, hann er bara ekki búinn að nýta. Já, ég ætla að segja, ég myndi segja ekki að hann var íhaldsamur á eitthvað sína leikmenn. Hann bara, þú ert að gera vel, þá spilar þú. Sjáum alveg svo Bjarki, hann kom ekki inn á. Nei. Bjarki Már er búinn að vera algjörlega út í kuldanum líka fyrir orra. Eitthvað smá meiddur líka. Já, eitthvað smá meiddur og allt það, en með Teit, já, hann verður einhvern veginn að reyna að koma honum inn í þetta, en Teitur er þá líka bara drullast til að geta eitthvað þegar hann kemur inn á. Dóri, þú ert elstur af okkur, búinn að sjá, þú manst eftir B-keppninu 89. Nei, en ég svona man eftir plakkötum í kringum þetta, svolítið. Alltaf að HM 95. HM 95 man ég vel eftir. En Ól 92, manst eftir því, 4. seti, í Barcelona. Nei, ég man nú smá eftir því, sko. Og man, náttúrulega, þú veist, man eftir landsliðinu mjög vel, sko. Þú veist, ég bara tók viðtal við Alexi Trúfaninn fyrir skólablaðið í Mosó og þú veist, ég var mjög heitur þarna og þú veist, ég hugsaði oft bara Dóra Nóna og hann fór að sofa og svona, þú veist, ég var þar, sko, þú veist, ég var bara... Já, við tilkjum hann bara, við nú... Hann er úti, þetta social media, hann er búinn að svara. Er hann búinn að svara, já, ok, höfum þetta snöggt. Daniel Frans. Já, þetta Daniel Frans, þetta er þjálfari svona mís. Er þetta ekki HSI content creatorinn? Blessaður Daniel. Þú settar í hérna... Já, hann þarf að setja hérna, vera að hækki í þessu. Hvernig er hljóðið þér núna? Talaði? Það er heldur gott. Já. Segðu mér, var flókið að setja byrjunarliði fyrir leikinn? Heyrðu, ég fékk frá þjálfarateyminu að ég mætti ekki gera það fyrir 15 mínútur fyrir. Við vorum búin að gera það 50, ég hugsaði til ykkar. Já, við þurfum að hendi pics hérna fyrir leiki. Ég er að segja það, við erum með grafík sem við erum að stóla á. Ég er líka með grafík sem ég er að stóla á líka. Ég er að segja það, við erum að skamma Snorra fyrir að leyfa þetta ekki. Gætirðu laumað henni á okkur þó þú meður ekki byrta með public, svona officially. Laumað henni á okkur kannski svona hálftíma 40 fyrir leik næst, eða? Það er ekki bara að setja það fyrir, bara 10 mínútur fyrir eða eitthvað. En segja okkur, kannski aukaðir sem við vorum að tala um, en hvernig er andinn í strákunum? Nú ertu búin að vera mjög nálægt liðinu, hvernig er svona andinn í hópnum? Andinn í hópnum er frábær. Þeir eru bara ógeðslega fókusaðir á þetta og þeir eru bara frábærir. Það sem kom mér einmitt mest á óvart að vera horfandi á þetta HSI kontentið þér, hvað þeir eru góði vinir strákarnir? Strákarnir eru bara geggjaðir. Þetta er ekkert eitthvað ég að búa til einhverja gleði. Nei, þeir eru... Þeir koma bara inn, þeir eru frábærir náttúrulega. Já, en Daniel... Þú vannst í leiknum okkar, það er nú ástæði að við erum að hringja þig, við erum ekki að fá þetta til að koma En byttu Daniel, nú heiti ég Halldór hérna, hvenær á að hætta að leika sér að núti og snúa sér aftur að þjálfun 5. flokks kalla hjá Val? Við erum nú búin að vera að leita þér foreldrarnir og gott þú sért fundinn hérna. Dóri, ég er að koma. Það er eins gott. En Dóri, sem síst, þú vilt hafa mig sem lengst hérna úti. Já, reyndar, þetta er algjör spennitreyja sem þú er búin að setja mig í hérna. Win-win eða lose-lose, það er eiginlega hvernig sem þú horfir á það. Herru, þú hérna settir 9 Kaíró á Íslandi. Já, ég gerði það og var það 9 Kaíró. Herru, ég er að fatta eitt. Er þetta ekki svona insight hérna? Já. Er þetta ekki svona insider trading? Jú, það verður að dæma mannin. Hann er náttúrulega á öllum æfingum, hann vissi nákvæmlega hvað það verður að fara að hendi í þetta kerfi oft, sko. Herru, fæl ég eitthvað nýjan, ándjók. Ég getum ekki tekið þátt í þessu, sko. Nei, þú varst að það er líka bara að búa að mattsa seðlinn sem HSI gefur honum, en hann er bara víst til að fljúa heim, sko. Og aftur út. Nei, kallið minn, við erum að grína sér til lökum með þetta og þú varst að vinna eitthvað, hvað var þetta mikið? Þetta 1000 eurur. 1000 eurur? Allt í dagpenninga. Ekki eða öllu. Skatt fyrir alls, kallið minn. Og þú fer með þær upplýsingarnar inn í nótina í Zagreb og þú bara gerir það sem þú vilt með hennar penning. Bara að gera... Já, að gera að njóta. Að njóta, það er mikilvægt. Herru, Guð blessi og gangi ykkur vel. Ég skilu kveðja á strákana. Já, ég skila þig. Já,
En hvernig stemningin á eftir svona leikmenn hrinn í það eða ekki? Þeir fara á... Jú, var ekki Logi sem viðkynna eftir á Ólympíuleikunum? Hann datt í það eftir undanúrslitina, hvernig var þetta? Eftir eitthvað leik? Það ætlaði rétt hún ekki, af því að það voru 2 dagar í úrslitaleikin sem töpuðu svo með 14 mörkum, sko. Já, það var kannski eftir áttalega, ég man það ekki. Það voru að vera eftir bara úrslitaleikin. Já, en bara svona aftur að þessu sem vorum að tala áðan, bara Dóri, ákvaða vegferð, finnst þér þetta leik vera núna? Erum við að sjá eitthvað nýtt dínamít í íslenskum handbolta? Náttúrulega, þú veist, það búið að gagnrýna vörnina gríðarlega á síðasta móti fyrir í raun leikina hérna. Þeir voru sprækir á móti Svíunum. Það vissi enginn, svona núna erum við heldur búin að getum við sett þessa æfingarleiki við Svíana í perspektíf því að þeir eru bara búin að vera drullu sprækir núna 5 leikir röð. Já, ekki. Það sem við ætlum að spyrja á hann, sko, var að því að þú ert náttúrulega elstur á okkur. Hérna. Einmitt. Og svona væpi núna versus hérna önnur svona king mode eins og þú veist, 97, 2002, 2008, 2010, skilur við. Hvernig vistu svona væpi núna með það? Ég hef oft fundið málmlykt, sko. Já. Hérna alveg bara eins og aceton, bara inni hjá mér á mótnana, eins og ég sé ketosis. Bara svo þessi dagur mánaðarins. Já, nákvæmlega. En hérna, og þú veist, og meina það voru náttúrulega þegar Óli var í liðinu, skilur þá hugsaði maður bara að þetta lið getur unnið öll lið, þetta er Óli, hann er ruglaður, hann gerir það sem þarf að gera einhvern veginn og Gauji og Snorri, skilur þú veist, hann var alveg ruglaður hann líka. Nei, hann er að þú veist, mér finnst þetta bara svona, já, þetta lið er allt í henni bara, ok, við erum komið legends, ekki sísta því að það er komin Aron Pálmaðana sem bara þorir þegar aðri þegja, skilur, bara komið með þetta king sjálfsöryggi sem leikmenn fá bara, þú veist, sem sérði yfirleitt bara í yngri flokkunum eða hjá einhverjum svona einstaka leikmönnum, það sem þeir eru bara að láta vaða, fara í erfiðu sendingarnar, einhvern veginn. Og er ekki með þetta alltaf á herðunum, skilur, hann er bara svona, þú veist, hann er bara einhver hlutverki, skilur, og kemur bara inn. Hann er bara búin að vinna sér inn þetta kokkiness sem hann hefur og svo er hann bara í toppstandi núna. Já. Þannig að það er bara... Fitt, hann er heill, þú veist, hann þarf ekki að spila, skilur, 50 mínútur ykkur einustu viku, sko. Það munar það. Munar það. Já, nafnlega, hérna, Króatía á föstudaginn, ég meina, þú veist, bara með við svona standið okkur og svona taktin í þeim að það er bara hörku séns og við erum bara hljótum að vera bara líklegri ef eitthvað er. Heldur betur, ég trúi ekki öðru en að við verum spáðir bara með læri stöðul en Króatía fyrir móti á Epic. Fyrir leik. Já, fyrir leik og eins og ég var að segja við Dóra á hann að ég held að við séum bara að fara að taka Króatana, jarða það og bara gera dag sig atvinnulausan. Í smá tíma. Ég vil ekki tala svona, en voru Króatía að spila á hann? Já, þeir unnu þína menn í grænhöðum. Mínir menn það. Já, pökkuðum saman. Spilaði Hafsteinn Óli. Stopp! Sjáu þetta. Og sko, við erum með núna, sjáu þetta, ef við erum með innbyrðis á Slóveníu og Egyptaland, þannig að við erum alltaf, þú veist, ef þeir ná jafnmörgum stigum og við, þá erum við alltaf með fyrir, þá erum við alltaf fyrir ofan. Það er gaman að sjá þetta svona blaði. En það er þetta eitt sem ég eftir að hugsa, þetta getur náttúrulega farið þannig að það verði eitthvað svona, verði nokkuð lið með 8 stig, getur við ekki endað þannig? Óli, hefur ekki bara koma svolítið á daginn að Teddy var að tala áðan, það heldur ekki vatni. Jó, nema kannski... Þegar fór að tala sunnudag og undan föstudegi, ég bara þá reyna áttum á þessu sko. Hann er endurskoðandi, stundum heldur maður hann sé ólöggildur, með fílið sem hann keyrir á, en hann er víst löggildur. Vinnum bara þessa báða leiki og þá þurfum við ekki að spá því. Og hana, absolutt. Það er bara svona. Absolutt. Hana nú. Herðu, það ekki bara kalla þetta gott, drengir, og við sjáumst hérna á föstudaginn. Þakka ykkur, drengir, fyrir að... Takk fyrir mig. Það var forréttindi. Spjallið. Takk ykkur. Sjá.